í bæjarstjórn Hveragerðisbæjar. Þetta 528. fundur bæjarstjórnar haldinn í fjarfundi 10. desember 2020 kl. 17. Fundinn sitja Eyþór H. Ólafsson, Friðrik Sigurbjörnsson, Bryndís Eir Þorsteinsdóttir, Aldís Hafsteinsdóttir, Njörður Sigurðsson, Þórunn Pétursdóttir, Jóhanna Ýr Jóhannsdóttir og Helga Kristjánsdóttir. Fundargerð ritar Helga Kristjánsdóttir. Hvað ykkur athugasemdir við fundarboð? Engar koma fram, þannig að við höldum bara áfram. Þá göngum við til dagskrár. Það fyrsta fundargerð bæjarráðs frá 3. desember og þar eru sérstaklega teknir fyrir liðir 9, 10 og 11. Og þá tökum við fyrst liðin 9. Það minnisblað frá bæjarstjóra vegna matarþjónustu til eldri íbúa og annarri Hveragerði og við tökum hann sérstaklega fyrir orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs. Það bara þeir sem eru samþykkir afgreiðslu bæjarráðs, það samþykkt samhljóða. Þá það liður 10, það þjónustusamningur Hveraportið og orðið laust þar líka. Enginn kveður sér hljóðs, þannig að ég ber það til samþykktar afgreiðslu bæjarráðs, samþykkt samhljóða. Þá það liður 11, það opnun tilboða í verkið Kambaland 3. áfangi 2020. Orðið laust hann. Enginn kveður sér hljóðs, þannig að ég ber það til samþykktar. Það samþykkt samhljóða. Þá orðið laust fundargerð bæjarráðs frá 3. desember að öðru leyti. Njörður, kjörfræður. Já, forseti, vildi bara aðeins ræða 12. lið fundargerðarinnar sem breyting aðalskipulagi Grímsness og Grafningshrepps og bókun bæjarráðs varðandi það, harðorða bókun og ég langar bara að lýsa ánægju minni við samstöðunni í bæjarstjórn varðandi þetta mál en jafnframt spyrja bæjarstjóra hvort að hún hafi fengið einhver viðbrögð við þessari bókun. Takk, Njörður. Aldís, kjörfræður. Nei, ekki neitt. Við sendum þetta út á suður, höfum ekki heyrt neitt ennþá. Ok, enginn kveður sér hljóðs bæjarráð að öðru leyti, þannig að ég ber fundargerðina upp til samþykktar, samþykkt samhljóða. Og þá það liður 2, það fundargerð skipulags- og mannvirkjanefndar frá 1. desember. Þar tökum við sérstaklega fyrir liði 1, 3, 4, 5, 6 og 7. Byrjum á lið 1, það friðarstaðareitur deiliskipulag og tillagan þessi bæjarstjórn samþykkja áfram verði unnið við deiliskipulagsgerðina í samræmi við fyrirliggjandi drög og greinargerð og það stendur að því að full unnin tillaga verði lögð fyrir nefndinni í janúar næstkomandi. Og að bæjarstjórn samþykkja að deiliskipulagið fái heitið deiliskipulag við Varmá. Orðið laust þennan lið. Enginn kveður sér hljóðs, þannig að ég ber hann upp til samþykkt. Friðrik, kjörfræður, fyrirgefðu. Já, forseti. Ég ætla nú bara, þegar ég skoða nú greinagerðina og þetta skipulag. Ég svona smá áhyggjur af bílastæðamálum með hvernig skipulagsuppdrátturinn þarna allavega. Ég myndi allavega, ég veit að þetta svona uppdráttur náttúrulega, en ég myndi nú vilja sjá fleiri bílastæði þarna upp frá allavega þar sem að verslunin og þjónustan á að koma. Þetta miðað við það magna af byggingum sem á að rísa þarna og ef það kemur hugsanlega hótel eða eitthvað, þá held ég að þyrfti mun stærri bílastæðaflóka þó að sé hægt að nota bílastæði við Hamarshöllina, þá getur það nú líka oft verið fullt af bílum á svona góðum dögum. Svo set ég líka fyrirvara við grasþök. Ég held að það sé nú ekki allir sem myndi vilja hafa grasþök, allavega þekki ég marga verkfræðinga sem eru ekkert mjög sammála því að setja gras ofan á þök á húsum. Þannig að ég set svona aðeins fyrirvara við það sé verið að skylda fólk til að setja gras á þökin sín, allavega þarna eins og þessi drög eru. Annars bara finnst mér þetta flott skipulag, kemur mjög vel út og verður skemmtilegt að sjá þetta svæði, sérstaklega með göngustígana þarna upp að Leppalúða frá Lystigarðinum og
og líka eins og þetta kemur fram þarna pallarnir við baulu. Þetta bara mjög flott. Takk. Takk fyrir það. Friðrik, Aldís Björnsdóttir. Já, ég ætla bara að fagna því að þetta deiliskipulag skuli vera komið á þennan stað. Það náttúrulega hillir undir að það klárist og það farið þá í auglýsingaferli og þá þetta hægt að þá fáum við fram öll þessi sjónarmið sem Friðrik að reifa. Þannig að við erum ekkert komið með þetta skipulag á lokastað, langt í frá sko. En mér finnst í rauninni þessi hugsun sjálfbærni og að þessi tekið tillit til umhverfissjónarmiða þetta mjög svona gegnumgangandi í þessu skipulag og mér finnst það vera mjög svona dýrmætt að við höldum því svolítið til haga og ég get alveg tekið undir að fyrst þegar ég sá þessi torfþök þá hugsaði mér að þetta vill enginn byggja þetta. En við vitum alveg þetta auðvitað ákveðin leið til þess að fara vel með vatn og minnka ásýnd húsa í umhverfinu og þetta umhverfisvænt. Þannig að það getur vel verið að þetta muni bara auka gildi hverfisins þegar uppi staðið sko. En svo við skulum bara sjá hvernig þetta mælist fyrir og vita hvernig, því að það eru margir möguleikar á næstunni til þess að gera breytingar á þessu deiliskipulagi. En varðandi bílastæðin þá þetta ekki deiliskipulagstillagan, þessi svona uppdráttur af mögulegum reitum. Það verða bara settir risastórir byggingarreitir inn á þessar verslunar- og þjónustulóðir og síðan þurfa bara þær stofnanir eða þau fyrirtæki sem þar munu sækjum að uppfylla bara lög og reglugerðir varðandi bílastæði. Þannig að þessi uppdráttur sem að þú ert að vitna til Frikki varðandi bílastæðin, hann meira bara svona til að sýna einhverjar hugmyndir frekar en að hann sé eitthvað bindandi til framtíðar. Takk fyrir þetta, Aldís. Fleiri þennan lið 1. Og enginn kveður sér ljós, þannig ég ber hann upp til samþykktar eins og ég las áðan. Samþykkt samhljóða. Þá það lið 3, það hlíðarhagi breyting á aðal- og deiliskipulagi, skipulagslýsing og lagfærð deiliskipulagstillaga. Og tillagan svo að bæði svo samþykkja að leita umsagnar skipulagsstofnunar og umsagnar aðilum lýsinguna og kynna hana fyrir almenningi, samanber viðeigandi lög og reglur. Orðið laust þetta. Njörður Gjórsvöld. Já, forseti. Það margt að segja þetta mál og afgreiðslu þess í skipulags- og mannvirkjanefnd sem að ég tel að samræmist ekki góðum og vönduðum stjórnsýsluháttum. Húsið Skaftafell, eins og það heitir, það stendur innan reit sem að nýtur hverfisverndar samkvæmt aðalskipulagi eins og við vitum. Njörður, ertu ekki röngum liðið það? Nei. Erum við ekki hlíðarhag? Númer 3. Já, það hlíðarhagi. Fyrirgeðu. Ég hljóp á mig og býði með þetta. Það skemmtileg ræða, sko. Já, ég fer með hana eftir. Já, þetta kemur á eftir. Já, fleiri sem vilja hlíðarhaga skipulagið. Enginn kveður sér ljós, þannig ég ber það upp til samþykktar. Bryndís, vildur þú segja eitthvað? Bryndís, gjör svo vel. Já, afsakið. Ein spurning út af að það er verið að fjölga úr 27-45. Ég var eitthvað að reyna að átta mig á þessu. Er þetta ekki svolítið mikið þétt allt í einu? Aldís, viltu bregðast við þessu? Það var nú búið að fara vel yfir þetta. Já, en... Já, sko, þetta felur ekki í sér neina aukningu á byggingamagni. Þetta eru nákvæmlega sömu fermetrarnir eins og voru áður. Þannig að það er rauninni bara að vera að minnka íbúðarnar og fjölga þeim. Þannig að það er engin munur á þeim fermetrum sem verða byggðir. En aftur á móti munu fleiri aðilar koma til með að búa á svæðinu. Og þess vegna var rætt að það fjölga bílastæðunum af því að það verður að gera ráð fyrir að þarna komist fólk og geti lagt bílunum sínum. En það er engin eðlisbreyting á útliti hverfisins, öðru leyti því að þarna bara fjölgar íbúðum. Akkurat, ok, ég myndi þetta ekki alveg. Takk. Takk fyrir þetta, fleiri sem að engin kveður sér ljós, þannig að ég ber þennan lið upp til samþykktar.
eins og ég las hana samþykkt samhliða. Þá það liður 4, það Náttúrulækningafélag Íslands, óskum breytingu á aðalskipulagi á tjaldsvæði við Reykjamörk og á Fagrahvammstúni. Og tillögan í þessi bæjar sem samþykkir að Landtormi EHF verði falið í samráði við skipulagsfulltrúa að gera tillögu að 2 til 3 valkostum fyrir tjaldsvæði í Hveragerði sem veiti sambærilega þjónustu og núverandi tjaldsvæði við Reykjamörk til að kynna fyrir íbúum bæjarins og öðrum hagsmunaaðilum. Orðið laust þennan lið. Engi hversi ljós, þannig ég ber það til samþykktar. Samþykkt samhliða. Þá það liður 5, það Kambarhraun 3 umsókn byggingarleyfi fyrir sánahúsi á lóð og niðurstaða grenndarkynninga liggur semst fyrir og orðið laust þetta. Engi hversi ljós, þannig já, ég ber þetta upp til samþykktar. Samþykkt samhliða. Ég ætla að greiða atkvæði eins og Snorri Þorvalds gerir í þessu, hann benti sér þetta á að hann var í ósammála öðrum nefndarmönnum og ég ætla bara að hafna erindinu að ég kýsa á móti þessu. Með sömu rökum. Með sömu rökum og já, ok. Er 10. þetta í bókunni? Já, þú veist, ég þarf í rauninni ekkert að bóka, ég bara rauninni kýsa á móti og þá er náttúrulega bara hægt að sjá hvers vegna af því að það er þarna í fundargerðinni. Já. Ok. Það stendur þarna sem sagt, rökin eru þarna inni, sko. Já, öðrum nefndarmönnum vildi hafna erindinu á grundvelli framlagðra athugasemda. Já. Nú þekki ég það reyndar ekki, ég skoða þetta ekki. En takk fyrir þetta, Aldís, gjörðu svo vel. Já, það var að mati nefndarmanna ekki ástæða til að hafna þessu erindi á grundvelli þeirra athugasemda sem þarna komið fram vegna þess að þetta sánahús er náttúrulega mjög lítil bygging og er á palli sem þegar er til staðar, mun standa ekki hátt í lóðinni, þetta er ekki aðliggjandi að sjálfu húsinu við hliðina, heldur bílskúrnum og það eru 3,6 metrar frá húsvegg á bílskúr og að þessu. Þannig að það eru náttúrulega, nefndin allavega mata þannig, ég ræddi þetta við þau og fór yfir þessar athugasemdir, að það væri ekki tilefni til að hafna þessu sánahúsi á grundvelli þeirra athugasemda sem setta voru fram. Já, ok. Takk fyrir þetta, fleiri. Meðspyrir ekki og svo? Já, takk, forseti. Ég mjútaði þið orð. Og þakka fyrir ég hendi þér. Svona, já, einmitt, ég ætla að þakka fyrir það, forseti. Já, þessi afstafa framsóknarmanna lyktar auðvitað smá pólitík, en ég sé að miðað við bréfið hjá henni Herdísi Þórðardóttur sem er nágranni þarna, hún talar 1,6 metra en miðað við nýrri teikningar þá er búið að færa sánahúsið fjær bílskúrnum. Hún nefnir 1,6 metra en nú er búið að færa með teikningarnar þarna að 3 metra frá bílskúrnum. Og ég keyrði nú þarna framhjá og ég sé ekki hvernig þetta sánahús á að geta haft einhver áhrif á þetta hús eins og Aldís nefnir bílskúrinn er þarna fyrir. Þannig að ég skil ekki alveg hvers vegna þetta ætti að valda eitthvað ónæði. Þetta er væntanlega bara eins og hver annar kofi út í garði hjá fólki, sko. Allavega myndi ég halda það. En þannig að ég er allavega fylgjandi því að heimila þetta. Takk fyrir þetta, Njörður Gjörsson. Já, Ég er alltaf að taka niður hendina fyrir ykkur. Og hvað ítur að vitlaus að taka? Nei, þá kemur, þegar hann tekur hendina niður sjálfur, þá kemur mjútið upp. Sorry. Já, allt í lagi. En það sem ég sagði hér, að ég ætla að höggva aðeins í sama knérun og Friðrik og ég man ekki betur en að þarna hafi verið sótt í Kambarhrauni 3 fyrir nokkrum árum leyfi til þess að vera með bakari þarna í bílskúrnum. Og þá minnir mig nú að bæjarfulltrúi Framsóknarflokksins hafi nú líka verið á móti því. Þannig að maður velti fyrir sér
hvort það séu eitthvað móti kamparinu 3 eða hvað það eða hvort það séu aðra breytur þarna sem að skipti mögulega meira máli. En bara smá innleggur það. Takk. Takk fyrir þetta. Jóhanna, gjörðu svo vel. Mér langar bara að vísa í þessa bókun aftur að mér finnst þetta bara vera nokkuð skýrt Það er kannski erfitt að bera saman útihús eða sána og því að það er bara húsnæði sem gerólík nýting á og ég ætla bara að vísa aftur í bókunina eða sem sagt athugasemdir í nágranna. Það sem framkvæmdin mótmælt og því muni að þeirra mati að hafa verulega neikvæð áhrif á heildarmynd svæðisins og ásýnd götunnar. Eðlilegra sé að staðsetja hann á baklóð þar sem nægt rými sé til staðar. Meira hef ég ekki málið að segja. Takk fyrir þetta og ekki hafa fleiri kveðið sér ljós, þannig ég ber þetta upp til samþykktar. Og það er samþykkt með öllum atkvæðum nema Jóhönnu sem á móti. Já. Takk fyrir það. Helga, þú nær þessu, jú. Þá það liður 6, það Heiðmörk 23 umsóknum byggingarleyfi fyrir nýju einbýlishúsi og niðurrifi á eldra húsi. Og það komið niðurstaða grenndarkynningar. Orðið laust það, Njörður Kjölsvöld. Já, forseti, nú ég á réttum lið til þess að tala þetta. Og þá hef ég mína ræðu. Eins og ég sagði áðan, þá stendur húsið Skaftafell eins og húsið heitir. Byggt 1943 samkvæmt upplýsingum bruna eða virðingagjörð hússins til brunamats á sínum tíma. Þá stendur það innan reits sem nýtur hverfisverndar samkvæmt aðalskipulagi Hveragerðis og eins og þið þekkið þá afmarkast reiturinn á Dynskóm, Varmahlíð, Breiðumörk og Heiðmörk. Og í aðalskipulaginu kemur fram að tilgangur hverfisverndar þessu stað er að varðveita byggðamynstur og götumynd. Og skilmála vegna hverfisverndar segir í aðalskipulaginu orðrétt: hverfisverndin felur í sér að varðveita beri byggðamynstur og götumynd reitsins. Ef byggja á við hús og fjölga þeim skal það alla jafna gert á baklóðum húsa þannig að það hafi sem minnst áhrif á götumyndina. Einnig heimilt að skipta lóðum þar sem aðstæður leyfa að undangengnum deiliskipulagi. Viðbyggingar og ný hús skulu taka mið af formi og hlutföllum núverandi byggðar. Þannig að hér ekki gert ráð fyrir að hús séu rifin, heldur byggt við þau og ef ný hús eru byggð tala að það skuli gert á baklögum húsa. Og mér finnst að meiri hluti skipulags- og mannvirkjanefndar hafi ekki kannað málið til hlítar. Það og í raun og veru skipulags- og mannvirkjanefnd, hún á að gera það, hún á að kanna hvort að fyrirhuguð uppbyggingar áform, það er að segja rífa húsið og byggja nýtt, samræmist ákvæðum hverfisverndar. Og hvort að uppbyggingin kalla á endurskoðun á hverfisverndar ákvæðum. Það var mjög eðlilegt og vöndustjórnsýsla nefndin gerði það. En það hefur nefndin átt að gera og leggja fyrir bæjarstjórn. Og ég vil jafnframt nefna að ekki liggur fyrir ástæðismat á húsinu í þessu ferli, né hefur verið tilgreind sérstök ástæði fyrir því að rífa skulu húsið nema eingöngu að eigandi vill byggja nýtt hús. Og það ekki nægilega ástæða þegar hús í hverfi sem nýtur hverfisverndar. Sé húsið algjörlega ónýtt og ekki hægt að gera, ættu þær upplýsingar að liggja fyrir sem eigin röksemdin fyrir niðurrifið þess. En það engar upplýsingar sem liggja fyrir það. Og við vitum líka að besta leiðin til að varðveita byggðamynstur og götumynd að viðhalda þeim húsum sem eru fyrir, í stað þess að rífa þau og byggja ný. Ef að markmið hverfisverndarinnar að viðhalda götumyndinni og byggðamynstrinu, þá eðlilegast að viðhalda þeim húsum sem þar eru. Og ekki hefur verið sýnt fram á nýtt hús en teikning liggur fyrir, muni styðja við markmið hverfisverndar. Það að segja að varðveita byggðamynstur og götumynd. Og það hefði skipulags- og mannvirkjanefnd átt að sýna fram á þetta. Og við verðum líka að horfa að markmið hverfisverndarinnar að varðveita byggðamynstur og götumynd. Hvað þýðir þá hugtakið varðveisla? Erum við að varðveita byggðamynstur og götumynd með því að rífa þau hús sem þar eru fyrir? Þau sömu hús og mynda einmitt götumyndin og byggðamynstrið? Það þannig? Eða varðveitum við byggðamynstur og götumynd best með því að viðhalda þeim mannvirkjum sem að mynda byggðamynstrið og götumyndina? Ég myndi halda það. Og það að byggja nýtt hús ekki að varðveita byggðamynstur og götumynd. Heldur þá að vera að búa til nýtt
byggðamynstur og nýja götumynd, enda nýja byggingar að ræða. Nú, aðalskipulag er stefna sveitarfélagsins í skipulagsmálum inn í nánustu framtíð. Og ef það á að hverfa frá stefninu og markmiðum hennar og þar með talið hverfisverndar, þá þarf að fara rétt að leiða að því og breyta skipulaginu. Og hverfisvernd eins og hún sett fram í aðalskipulagi er til þess að marka stefnu í varðveislu á byggðamynstur og götumynd. Og slík hverfisvernd er til dæmis sett á til þess að koma í veg fyrir að við eyðileggjum ekki byggðamynstur og götumyndina. Til dæmis með því að rífa eitt og eitt hús. Þannig erum við að setja okkur stefnu að við viljum viðhalda þessu byggðamynstur og götumynd. Að ætla að rífa húsið er því algjöri andstöðu við hverfisverndina og þar með talið aðalskipulagið. Og ég vildi koma þessum sjónarmiðum framfæri og hvet meiri hlutann til þess að taka ekki undir niðurstöðu skipulags- og mannvirkjanefndar sem að leggur til að þetta skuli rífa þetta hús, eitt af elstu húsum Hveragerðis og eitt af þeim húsum sem hefur breyst minnst frá því að það var byggt og endurspeglar mjög vel þessa byggð sem er akkúrat þarna. Takk í bili. Takk fyrir þetta. Aldís Björnsson. Já, forseti, til að byrja með viljum við segja að þetta er svona ansi löng bókun af því að bæjarfulltrúar hefur heimild til að koma svona frekar stuttar bókanir. Þetta lítur að yfir blaðsíða. Þetta er ekki bókun. Nú var þetta bara ræðan. Já. Já, ok, þú mátt það. Ég hugsaði með mér guð minn almáttugur, þetta er margar blaðsíður. Erðu, ok. En ég ætla að taka undir með þér með það að auðvitað viljum við helst og að varðveita þá götumynd sem er í eldri hluta Hveragerðisbæjar og ég held að ef einhverju sammálaður það er það sjálfsagt ég eins og þú þekkir og enda íhaldssöm með afbrigðum en það er nú samt þannig að stundum er ekki undan því komist að gera þessar breytingar og ég held og ég er sannfærð um það að niðurrif þessa hús var því miður óumflýjanlegt. Það var ónýtt og það hefur komið fram, þó það hafi ekki komið fram í gögnum bæjarstjórnar, þá hefur það komið fram hjá aðilunum sem keypti það og hjá aðilunum sem seldi það. Að það hafi verið, er rétt að setja þetta ekkert fræðilega sé ónýtt en það hefur verið alltaf kostnaðarsamt að gera við það. Þannig að, og ég er að samfæða það að það hús sem á að setja á svo lóð kemur til með að falla mjög vel að fyrir götumynd sem þarna er fyrir. Þetta er byggt í gömlum stíl með hallandi þaki og þetta er lítið hús sem á eftir að verða mikill sómi að á þessari lóð og eins líka þá sýnist mér að lóðafrágangurinn verður með þeim hætti að ef eitthvað minnir á eftirstríðsárin þá verður það og því að þarna á að steypa girðingum með steyptum einhverjum pílarum þannig að þetta verður til mikilla sóma eins og þetta er lagt upp og ég hef enga trú á öðruna að það verði staðið við það. Þannig að ég legg til að bæjarstjórn samþykki afgreiðslu nefndarinnar en hafi þetta auðvitað í huga, eins og Njörður er að leggja til, að við viljum auðvitað halda í þessar lágreistu byggð, þessi litlu hús þar sem þessi nokkur kostur. Takk fyrir þetta, Aldís. Njörður Björnsson. Já, forseti. Það er einfaldlega rangt það sem kemur fram hjá bæjarstjóra að það liggi fyrir upplýsingar að húsið sé ónýtt. Við getum ekki byggt á einhverju sem að bæjarstjóri segir. Það verður að vera mat á því að húsið sé ónýtt og það þarf þá að liggja fyrir þegar við tökum ákvörðunum og þær upplýsingar liggja ekki fyrir. Þannig að það er bara alveg rangt og við getum ekki tekið ákvörðun nema þær upplýsingar liggi fyrir frá einhverjum sem er þess verður til þess að gera slíkt mat. Og það kemur mér á óvart að bæjarstjóri segir að þær upplýsingar hafi meðal annars komið frá þeim sem að seldi húsið. Og er ekki rétt hjá mér að sá sem að seldi húsið sé dvalarheimili Ás? Og hver er formaður skipulags- og mannvirkjanefndar? Er það ekki framkvæmdastjóri eða forstjóri þess fyrirtækis? Ég myndi segja að það var gífurlega gráu svæði að hann sé að afgreiða þetta mál. Hann víki ekki við afgreiðslu þessa máls. Þannig að þarna eru greinilega gífurlega hagsmunir hjá honum
og maður veit ekki hvað hefur farið fram á milli hans og þeir sem keyptu húsið. Og síðan kemur þessi beiðni að rífa húsið. Þannig að þetta á gífurlega gráu svæði. Og ég hvet meirihlutann til þess að vísa þessu aftur til skipulags- og mannvirkjanefndar þar sem þetta fái faglega umfjöllun. Þannig að þetta hefur ekki fengið neina faglega umfjöllun þar. Og meiri segja, þegar málið kom fyrst inn, þá voru ekki einu sinni upplýsingar og nefndarmenn vissu það ekki. Og það kom ekki fram á þeim fundi, það kom heldur ekki fram á bæjarstjórnarfundinum að húsið væri innan reits sem að nýtur hverfisverndar. Þannig að það allt í þessu máli sem bendir til þess, það illa unnið. Og vegna þess á að henda því aftur tilbaka í skipulags- og mannvirkjanefnd. Takk fyrir þetta. Fleiri sem vilja tjá sig málið? Njörður, varstu aftur? Já, ég ætla, ef að það þannig að meirihlutin ætlar að samþykkja niðurrif á þessu húsi, að þá ætlum við Þórunn að greiða atkvæði á móti og vera með bókun sem við viljum leggja fram og ekki bara rétt að ég lesi hana upp núna. Jú, takk. Bókunin hljómar svo. Húsið Skaftafell, Heiðmörk 23, var byggt árið 1943 samkvæmt upplýsingum brunavirðingu hússins. Skaftafell því með elstu húsum bæjarins. Húsið því lítið bárjársklætt íbúðarhús með valmaþaki sem var einkennandi fyrir byggðina sem myndaðist í Hveragerði árunum 1930-1950 eða þegar þéttbýli var að myndast þar. Mörg húsanna sem voru reist á þessu tímabili voru lítil og lágreist. Sum voru byggð sem sumarhús fyrir höfuðborgarbúa en einnig reist fjöldi íbúðarhúsa eins og húsið Skaftafell. Húsið sem standa norður af Skaftafelli í Bláskógum voru byggð á árunum 1940-1944 og mynda því heildstæða götumynd og byggðamynstur og endurspegla vel þetta byggingarlag. Húsið Skaftafell stendur innan reit sem nýtur hverfisverndar samkvæmt aðalskipulagi Hveragerðis. Reiturinn afmarkast af Dynskógum, Varmahlíð, Breiðumörk og Heiðmörk. Tilgangur hverfisverndar á þessum stað að varðveita byggðamynstur og götumynd. Skilmála vegna hverfisverndar segir í aðalskipulagi. Hverfisverndin felur í sér að varðveita beri byggðamynstur og götumynd reitsins. Ef byggja á við hús eða fjölga þeim skal það alla jafna gert á baklögum húsa þannig að það hafi sem minnst áhrif á götumyndina. Einnig heimilt að skipta lóðum þar sem aðstæður leyfa að undangengnu deiliskipulagi. Viðbyggingar á ný hús skulu taka mið af formi og hlutföllum núverandi byggðar. Ekki hefur komið fram í vinnslu málsins hjá skipulags- og mannvirkjanefnd hvort og hvernig fyrirhuguð uppbyggingar áform, það að rífa húsið og byggja nýtt, samræmast ákvæðum hverfisverndar og hvort að uppbyggingin kalli á endurskoðun á hverfisverndar ákvæðum. Ef þörf á að breyta hverfisverndar ákvæðum, þarf að breyta aðalskipulagi. Það væri því rétt stjórnsýsla í þessu máli að senda máli aftur til skipulags- og mannvirkjanefndar til að vinna það betur miðað við ofangreint. Slík skoðun gefur tilefni til að vinna deiliskipulag fyrir reitin. Þá þyrfti mögulega að leita umsagnar Minjastofnunar og væri þá eðlilegt að fyrir lagi einnig ástandsmat á húsinu ef sveitarfélagið teldi áfram þörf á að rífa það. Rétt að taka fram að hvergi liggur fyrir ástandsmat á húsinu í þessu ferli, né hefur verið tilgreind sérstök ástæða fyrir því að rífa skuli húsið nema að eigandi vill byggja nýtt hús. Þá rétt að benda á að besta leiðin til að varðveita byggðamynstur götumynd og götumynd að viðhalda þeim húsum sem fyrir eru í stað þess að rífa þau og byggja ný. Að heimila niðurrifa húsinu því andstöðu við aðalskipulag Hveragerðisbæjar og vinna meirihluta skipulags- og mannvirkjanefndar í þessu máli samrýmist ekki góðum og vönduðum stjórnsýsluháttum. Undirrituð greiða því atkvæði gegn niðurrifi hússins. Ákveði meirihlutin að heimila niðurrif hússins munu undirrituð skoða alvarlega að láta reyna á réttmæti ákvörðunarinnar og málsmeðferðarinnar fyrir úrskurðar aðilum. Undir þetta rita Njörður og Þórunn. Orðið laust. Takk fyrir þetta Njörður, orðið laust. Friðrik Jónsson. Já, forseti, ég myndi vilja óska eftir fundarhlé þannig að við í meirihlutanum getum rætt þetta aðeins. Já. Það spurning hvort að kunnum við eitthvað á svona hliðarherbergiskerfi eða? Geturðu hent minnihlutanum í annað herbyggi?
Ég að spá í það hvort það sé hægt. Aldrei stóðst á mute. Svo er ég alltaf hálfan mánuð að finna músina því ég er með 3 skjái, sko. Friðrik, kannt þú á það að búa til Nei, við þurfum öll að fara út, förum út úr þessum fundi og inn á nýjan. Förum bara inn á meirihlutafundinn á mánudagskvöldi. Já, ég var að fara inn á kannski fundir sem vorum á áðan ef að Jóhanna vill vera með í meirihlutanum okkar. Ég ætla bara að fara út af fundinum líka. Ok. Hvað er klukkan? Er upptakan þá stöðvuð í bili, Helga? Verður þá ekki til ný skrá? Ég held ég verði að halda henni. Já, þannig hún heldur áfram bara. Já, ekkert mál. Þá bara horfum við á hvort annað á meðan. Já. Helga, ég sendi þér bókunina í tölvupósti. Það segir 1735. Það er aðeins að yfirgefa myndina.
Hvernig í nýja eldhúsinu, Þórunn? Svona, yndislegt. Er það ekki? Jú, ég reyndar verð alveg að bara, þetta hérna tími játningja, ég engin kokkur, mér finnst ekkert skemmtilegt að elda. En eldhúsræði. Þetta Nei, það það hefur búið mikið verk, skemmtilegt. Já. Mhm. Ég var að fara mitt í gegnum ég á einhverjar myndir af héraðsnefndarfundi úr þessu húsinu. Já. Okay. Þetta já. Helga var svo yndisleg, heldur hún hafi bara ekki tekið sér bíltúr alla leið í uppsveitirnar í dag. Það er ekki að spyrja því. Ég hefði boðið henni inn ef ég hefði vitað að hún myndi vilja koma inn. Ég bara vissi hún vildi það ekki, af því að við erum í COVID. Ég tók loforð af henni, hún kemur þegar að þetta orðið betra og verður kaffispjall og sýning, þannig að þið vitið það. Þetta er bara við þjóðveginn. Já, algjörlega.
Þetta rosalega fallegt hús. Það er yndislegt hús. Rosa. Og góður andi í því líka bara og ég er bara Þetta næstum líður búin að vera hérna upp á hvern einasta dag, næstum því síðan við fórum hérna upp eftir að vinna og bara einhvern veginn allt gengur ótrúlega vel. Jói náttúrulega í heimavist á Laugarvatni í kjallarann hérna. Já. Eru þið búin að selja í Hveragerði? Já, við hérna Það er réðum selst ekkert leið við og að hafa bæði, sko. Það er ekki, Nei. buddan leyfir ekki svoleiðis því miður. Nei, akkurat. Þannig að við erum bara að slæpast, Já, bara að hafa gaman, átti ekki vera svoleiðis. þetta á að vera svoleiðis, Já, algjörlega. Nei. Þetta- Svo er bara einhvern tímann ákveða við hvað ætlum að gera hérna. Mummi er náttúrulega búin að koma þá eldhúsinu gamla sem sagt í gagnið sem vinnustofunni sinni og er bara að byrja að prósessa dótið sitt þar og með Já. alls kyns muni og í sköpun og bara komið þá með tækifærið á staðinn til þess að geta gert það líka. Þannig að svo bara ætlum við að sjá til okkur langar að hafa einhverja viðburði hérna og við reyndar erum búin að ákveða hvað verður fyrsti viðburðin, hvenær sem það verður. Ætlum að hafa miðilsfund. Já, það er ekkert annað. Það hljóti einhverju heimsíkingu þangað. Já, sko, ef eitthvað er við Lifandi hæfi í þessu liðir. húsi. Nákvæmlega. En það er ekki alveg á næstunni. Nei. Njörður, hvað varst að borða? Nei, heyrðu, Jesús, við erum að tala hérna í opinni útsendingu. Helga, akkur varaður mikið við? Já, er ekki slökkt á upptökuna með það? Nei. Ég geti setja Og pásu. verða til 2 skrár ef ég slekka á upptöku. Þegar ég þurft að búa til nýjan fund bara með ykkur. Já. Ég fyrirgefi þetta spell, ég held við Ég værum er búin að steingleyma því. Það er enda líka ekkert sem við erum búin að segja sem að allir með ekki heyra. Það er bara, ég er bara hér með auglýsi miðilsfundin sem verður hérna eftir COVID á Gamlaborg. Hér er eitt sem má nú alveg tala þó þessi opið. Það verða engir jólasveinar á ferðinni á aðfangadag núna í Hveragerði. Nei, það verður eitthvað fína Voru að drætti. tilkynna það en þeir ætla að vera með smá spjall við alla jólasveinina daginn áður en þeir koma til byggða. Já, ég var búin að fá skilabor frá jólasveinum á Selfossi að það er sama staðan þar. Það er margt skrítið við þessi jól.
Jæja. Allir týndir farnir? Jæja, þá fundið framhaldið klukkan 18:04. Vantar ekki Bryndísi? Jú. Og meirihlutinn ætlar að samþykkja afgreiðslu skipulags- og mannvirkjanefndar með eftirfarandi bókun. Með hverfisverndun á miðsvæðinu ekki verið að friða einstök hús heldur varðveita götumynd og yfirbragð hverfisins. Meirihlutinn telur að nýbygging á þessum reit geri einmitt það. Byggingin fellur að núverandi húsalínu. Íbúðarhúsið svipaða stærð og eldra hús og bílskúr á baklóð eins og tilgreitt sem kostur í aðalskipulagi. Þakhalli svipaður og í samræmi við eldra hús. Þakformi svipað á ýmsum öðrum húsum við götuna. Því ásýnd og yfirbragð frá götu svipað sem tilgangur hverfisverndarinnar. Nýbygging af þessum reit fellur því að mati meirihluta D-listans vel af þeim áherslum sem lagðar eru í aðalskipulagi. Undir þetta rita Eyþór, Bryndís, Friðrik og Aldís. Njörður Gjórsvöld. Já, forseti, það bara mjög dapurlegt að heyra að þið hafið ákveðið að fara þessa leið þrátt fyrir þá annmarka sem voru hjá skipulags- og mannvirkjanefnd á þessu máli. Og ég óska því eftir hér munnlega og í ykkar vitna viðurvist að þið veitið ekki framkvæmdarleyfi fyrr en ekki strax vegna þess að það líklegt að við munum áfrýja þessu máli til úrskurðaraðila. Takk fyrir það. Einhver sem vill kveða sig ljós? Engin kveða sig ljós, þannig að ég ber þetta upp til samþykktar. Og það er samþykkt samþykkt af meirihlutanum. Jóhanna, ert þú? Ég ætla að ákveða að sitja hjá í þessu máli. Jóhanna situr hjá, Njörður og Þórunn á móti, það ekki rétt, skilið. Er Þórunn ekki inni? Jú, hún er þarna. Já, ok. Utan Jú, hún er þarna. og sannarlega á móti. Hún er á móti, ok. Takk fyrir þetta. Þá er komið að lið 7 í fundargerð skipulags- og mannvirkjanefndar. Það er Hjallabrún, ósk stækkun á lóðum. Þar er tillagan svo að bæjarstjórn samþykkja að lóðirnar verði stækkaðar eins og skipulagsfulltrúi telur ásættanlegt. Þar sem umræddar lóðir eru mun minni en aðra lóðir í götunni þá telur nefndin að stækkunin gef ekki fordæmi fyrir stækkun annarra lóða við Hjallabrún. Orðið laust þetta. Engin kveður sig ljós, þannig að það er þeir sem eru samþykkir samþykkt samhljóða. Varðandi lið 8. Já, þá er tillagan sú að bæjarstjórn vísi afgreiðslu bæjarráðs á sama máli og tekur heilshugar undir, þetta er eitthvað skrítið, og tekur heilshugar undir það afstöðu sem þar kemur fram. Aldís, það stendur þarna varðandi lið 8 vísar bæjarstjórn í afgreiðslu bæjarráðs á sama máli og tekur heilshugar undir það afstöðu sem þar kemur fram. Þannig að það er, en þá eigum við bara eftir, erum við sátt við það? Allir sammála. Þá eigum við eftir lið 2 í fundargerðinni og við laustum hann. Engin kveður sig ljós, þannig að ég ber fundargerðina upp til samþykktar, öðruleitin afgreiddar áðan og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að lið 3. Fundargerð skólaþjónustu og velferðarnefndar Árnesþings frá 3. desember og ég ætla að lesa hérna bókun á fundinum var samþykkt leyfi til dagforeldris í Hveragerði sem er ánægjulegt. Áfram verður auglýst eftir öðru dagforeldri en þörf virðist vera fyrir dagforeldra fyrir yngri börn en 1 árs. Bæjarstjórn heimilar sömu kjörgildi fyrir allt að 2
dagforeldra fram til 1. ágúst 2021. Fyrirkomulagið verði endurskoðað þá í ljósi stöðunar á biðlistanum sem þá verður. Orðið laust þessa fundargerð og þessa bókun. Aldís Kjölsvör. Já, með þessari bókun ég í rauninni bara að fá heimild frá bæjarstjórn til þess að auglýsa eftir öðru dagforeldri með sömu kjörum og dagforeldrarnir hafa verið með og þessi sem ný, við gerum ráð fyrir að hún sé með þessi sömu kjör og það bara náttúrulega þessi styrkjur sem við höfum náttúrulega þegar samþykkt að veita og það að bærinn lofi að greiða fyrir þau pláss sem upp á vantar ef að það skyldi nú gerast. Þannig að það ráðast á þau inn annarkvort með 4 eða 5 börn og ef að það fyll ekki plássin af einhverjum ástæðum þá myndi bærinn borga þeim niðurgreiðsluna. Þannig að þær eru með sömu kjör eins og bæði það hafa 2 eða 3 dagmæður hingað til notið þessara kjara. Og ég held við höfum nú ekki þurft að vera að borga neitt, satt best að segja. Takk fyrir það. Ekki hafa fleiri hvað þessi ljós, þannig að ég ber þessa fundargerð, þessa afgreiðslu, eða þessa bókun upp til samþykktar. Samþykkt samhliða. Áraliður 4, það fundargerð fræðslunefndar frá 30. nóvember, orðið laust. Friðrik Kjölsvör. Já, forseti, ég ætla að hafa nú bara venju við fundargerð fræðslunefndar að nefna heimasíður leikskólana og ég væri til í að sjá þær komnar í gagnið, en það erum við komið flotta heimasíðu hjá Hveragerðisbæ og grunnskólinni komið flotta heimasíðu. Það er ekki, þegar maður fer inn á óskaland.hveragerði.is þá kemur bara að það sé ekki til og undraland.hveragerði.is það er bara þessi síða liggur niðri. Þannig að upplýsingaflæði frá leikskólanum má vera betra og ég þekki það eigin rauni og ég vil bara hvetja leikskólana til þess að bæta úr þessu. Takk. Takk fyrir það. Aldís Kjölsvör. Já, ég skal bara koma þessu áleiðis en þær voru þetta komnar með heimasíðu grunn frá stefnu og eins og þið munið eftir þá óskuðu þær eftir að fá að breyta og fara inn í heimasíðurnar frá Karelen og það var samþykkt að þeirra ósk, þannig að ég skal bara koma þessu áleiðis. Takk fyrir það. Ekki á að fleiri hvað þessi ljós, þannig að ég ber þessa fundargerð fræðslunefndar upp til samþykkt samhliða. Það var liður 5, það er fundargerð menningar, íþrótta og frístundanefndar frá 10. nóvember. Voruð þið laust, Friðrik Kjölsvör, það ekki? Já, forseti, þú ert ekki búin að taka mig mute, það er mjög gott. Nei. Þarna í rauninni bara að segja ykkur frá því að við heldum svona eiginlegan vinnufund og nýttum okkur þau gögn sem komu frá íbúafundinum við það svona ákveða jól í bæ og hvernig það erði. Þannig að eitthvað af því sem kom fram á íbúafundinum hefur verið unnið að í nefndinni og núna sjáanlegt til dæmis í þessum jólaviðburðum sem við erum með. Þannig að það er mjög ánægjulegt. Já, við svo reynda að kemur það fram í næstu fundargerðum við stefnum á að heiðra íþróttamenn í Hveragerði en bara með öðrum hætti heldur en hefur verið síðustu ár. Að við munum líklega bara keyra vinningana heim til fólks og fá myndir af þeim með okkur en þessi hefðbundi viðburður okkar í listasafninu verður ekki. Og ég reikna með að við munum tilkynna íþróttamann Hveragerðis á Hvergerðingar syngja jólin sem mun líklega verða með rafrænum hætti þann 18. desember. Yes, takk. Takk fyrir Bryndís Kjölsvör. Já, forseti, ég ætlaði nú eiginlega bara að hrósa þessar nefnd fyrir að mér finnst ótrúlega flott framtak hjá þeim ratleikurinn sem þau eru að gera og líka endurvekja gluggana. Ég held að það sé rosalega sniðugt að vera að gera þetta akkúrat á þessum tíma þegar fólk hefur kannski svona meiri tíma kannski til þess að fara í göngutúr og gera eitthvað skemmtilegt með börnunum sín. Þannig bara vel gert. Takk Bryndís. Aldís Kjölsvör. Já, ég ætla að taka undir með Bryndísi. Mér finnst bærinn einstaklega jólalegur
og fallegur og fólk verður orð á því og það er svo gaman að það eru margir að koma í helgarheimsóknir á hótelin og að njóta þá þess sem að bærinn hefur upp á að bjóða og snjallrallleikurinn ábyggilega mjög flottur. Ég ætla að prófa hann með mínum afkomendum næstu helgi. En það, og einmitt eins og, sko, ég hef verið hrifin af jólagluggunum og mér finnst þeir fá svona ákveðin tilgang þegar þeir eru einmitt með bókunum. Þegar það svona eitthvað þema sem fólk að leita að. Þannig að mér finnst það mjög skemmtilegt og nú truflaði síminn minn, þannig ég er búin að steingleyma hvað ég ætlaði að segja. En þarna, já, ég bið bara um orðið aftur. Gjörðu takk fyrir Njörður Gjörðu fyrir. Já, forseti, bara takk fyrir þessa yfirferð, Friðrik, og bara gaman að sjá að hvað í gangi. Og þú vísaðir hann í fundin sem var í listasafninu sem ég held að hafi bara verið mjög góður og það var gaman að taka þátt í umræðunum þar. Ég man sérstaklega eftir á einu borðinu, það var mikið rætt flugeldasýningu áramótin og mér langar aðeins að koma inn á það. Hvort að við eigum ekki að vera leiðandi í því og hætta með flugeldasýningu út á umhverfissjónarmiðum og kannski reyna að gera eitthvað annað í staðinn. Ég veit ekki, lasersýning eða hvað það og ég veit ekki hvort að það sé búið að undirbúa flugeldasýningu nú áramótin og ef svo þá spurning hvort að við getum stigið skrefið á næsta ári. Takk Njörður. Jóhanna Gjörðu. Já, takk forseti. Mér langar að taka undir, mér langar að nota tækifæri af því að einmitt jólaumræðan inn í þessari fundargerð að fara svolítið inn á umhverfissvið og garðyrkjudeildin okkar og hrósa þeim enn og aftur koma þau sterkt til leiks og gera bæinn okkar alltaf jafn fallegan og það er einhvern veginn svo gaman að sjá að það er bara hver árstíð hefur sinn sjarma í Hveragerði og ég veit að það er nú alveg ein í Bæjarstjórn sem á líka heiðurinn af því að gera bæinn fallegan og mér finnst þetta vekur eftirtekt og mér finnst þetta virkilega skemmtilegt og gaman að sjá listigurinn okkar svona fallegan. Fólk að taka myndir og deila og það er akkurat það sem við erum að njóta í dag. Bara frábært. Takk Jóhanna, Aldís Gjörðu. Já, ég ætla aðeins sem það var það sem ég glemdi, það var flugeldasýningin og brennan. Það er búið að taka ákvörðun að slá brennuna af, þið vitið að því. Það er náttúrulega öll hópa myndunu bönnuð og fræðilega sér hefðum geta búið til einhverja brennu þar sem allir sátt út í bíl en ég meina, þetta bara ekki árið sem að engin brenna? Ég held það. Og flugeldasýningin, ég ætla ekki að neina, ég get alveg haft heilmikla skoðun á leysisjói sem að við höfum öll séð á diskotökum í útlöndum, svona himnasýningar sem eru ekki flugeldasýningar. En það er aftur móti búið að taka ákvörðun að breyta staðsetningu sem að kom frá Hjálparsveitinni og Jóhannu og þannig að þau verða upp á Hamri. Þau verða á oddanum fyrir ofan Vatnstankinn og að einhverju leyti við Vatnstankinn þannig að þá erum komin aðeins nær byggðinni og það fólk ætti að sjá þetta aðeins betur heldur en að vera upp í Þverbrekkun. Þannig að það er nú svona skemmtileg nýbreytni, fólk getur farið þá út og heima hjá sér og séð þetta svona svolítið yfir bænum. Og svo ætla ég aldrei ekki að gleyma umhverfisdeildinni því að strákarnir í umhverfisdeildinni eru líka búin að vinna þrekvirki, þeir eru búin að vera nætur og dag að hengja upp jólaljósin í öllum þessum trjám og þetta er ekkert smá vinna, skal ég segja ykkur. En bærinn lítur mjög vel út og þau hafa mikla þakkir skildar öll sömul fyrir það. Takk Aldís, Njörður Gjörðu. Já, forseti, þetta myndi mig á fyrst að bæjarstjórnendina Hamarinn, þá var svo skemmtileg umræðin á Hvergeringar Facebook-síðun okkar jólaminningar í Hveragerði og þá rifjaðist upp fyrir mér þegar var einmitt þegar voru settir kyndlar á Hamarinn eftir öllum hamrinum áramótin. Ég man eftir þessu því ég var strákur, þetta var mikið stemming og þið getið lesið það inn á síðunni, Kjartan Björnsson að segja frá þegar hann fór upp á Hamarinn og trukki með kyndlana til þess að kveikja í og svo niður aftur og mjög skemmtilegt. Og annað sem ég vil nefna sem kannski náttúrulega seint að bregðast við því núna en gæti kannski verið skemmtilegt á næstu árum. Og það var þegar þeir félagar ákveðu að setja upp ártal upp á Hamarinn sem að breytti svo á miðnætti á áramótunum. Ég minnir þetta hafi verið 83-84 en það getur hafa verið eitthvað annað ár.
ég man ekki, ég held þetta hafi bara verið einu sinni, en ákaflega skemmtileg og góð stemming og kannski þetta eitthvað sem við getum svona bætt í til þess að auka stemminguna jólin. Takk fyrir þetta Njörður. Bryndís, Kjörnsson. Já, smá yfirbót. Sambóti út af við erum að skreyta svo fallega og gera svolítið jólulegt hjá okkur, þá held ég að við ættum að spýta kannski aðeins meira í, kannski á næsta ári og jafnvel kannski búa til einhvers konar jólaþorp eða eitthvað álíka í Lystigarðinum. Bara svona eins og þau eru að gera til dæmis í Hafnarfirðinum eitthvað álíka. Þannig að ég bara sé fyrir mér bara alla vera með svona einhverja litla bása þarna og kakó og eitthvað svona. Getur verið skemmtilegt. En það er eitthvað sem við getum tekið seinna. Sambandi við flugeldasýningu, þá er ég sko umhverfishjarta mitt segir alveg að maður er ekki vera með flugeldasýningu og ég held að það veri framtíðin að fólk hætti þessu. Ég held samt í ár að við ættum að vera með eitthvað út af því að það er verið að hætta við allt einhvern veginn. Þannig að ég held að við höfum bara gott að sprengja þetta ár svolítið vel upp í loft. Takk. Tekandi það. Takk Bryndís. Friðrik Kjörnsson. Já, forseti, ég svo íhaldssamur. Mér finnst að við bara halda áfram að sprengja þessa flugvelda og þetta sé bara einu svona ári. Þá finnst mér það alveg með að vera þannig áfram. En mér finnst hugmyndin með ártalið upp á Hamarinn mjög góð. Ég fer nú reglulega á Kirkjubæjarklaustur þar sem ég á sumarbústað og þar í hlíðinni er ártalið búið að vera til fjölda ára. Það er alltaf gaman að vera á Kirkjubæjarklaustri mitt áramótin þegar það er verið að breyta ártalið og allir horfa upp í brekkuna. Sko. Það er svona viss hefð þar sko, sem væri alveg gaman að skoða hvort það ættum að taka upp hér. Takk fyrir Aldís. Já, ég er alveg samfærið það að þróunin verður svo að einstaklingum verður harðbannað að skjóta upp flugeldum, alltaf, en þetta er stórhættulegt og það á að hætta, ég er nú ekki svo íhaldsöm. Það á að steinhætta að selja einstaklingum flugelda og svo eigum við öll bara að horfa svona ríkisflugeldasýningur eins og sveitarfélögin eru með 2 ári. Bara það væri risastórt umhverfisskref og ég er viss að það er þróunin. Þetta er náttúrulega engin hemja að það sé verið að bera 10 kíló af sprengiefni inn og sum heimili til þess að fura þessu upp á einu kvöldi. Sko. Stór hættulegt. En ég er alveg sammála með ártalið og þannig að nú erum við komin í útfærslur. Við þurfum eiginlega að koma í Reykjafelli, þá sést það betur. Sko. Það var mjög flott. Og ég held að þetta sé nefnilega að sko, þessi ártöl, þetta eru rafmagn. Þetta eru heljarinnar rafmagnsdæmi. Sko. Þá er þetta nefnilega, þá stendur þetta lengi, þá er þetta kannski allan desember og svo skiptir það. Við þurfum að vera svolítið grann, þetta verður svona að vera svona Hollywood. Takk fyrir það. Fleiri? Nú ef ekki þá ber ég þessa fundargerð frá 10. nóvember upp til samþykktar, samþykkt samhljóða. Það orðaliður 6, það er fundargerð menningar íþrótta og frístundanefndar frá 7. desember. Orðið laust hana. Friðrik Kjörnsson. Já, forseti, bara ég haldi áfram að tala nefndina þar sem ég er formaður í, þá var mjög ánægilegt að sjá hversu margir sóttu í listamannahúsi í Varmahlíð. Það voru 70 umsóknir og við úthlutuðum 24 einstaklingum listamönnum húsið í ár, eða fyrir 2021 og það er mjög jöfn skipting þar á milli listamanna, rithöfundar, tónlistarmenn og myndlistamenn. Það er mjög ánægilegt að sjá að það voru margir tónlistamenn sem sóttum. Mér minnir rétt að núna í ár 2020 það er bara 1 tónlistamaður sóttum eða 2, en núna er þetta nokkuð jafnt skipt og líka kynjahlutföllin eru nokkuð jöfn þarna með þetta. Þannig að það er mjög ánægilegt og við eyddum mun minna í auglýsingakostnað heldur en síðustu ár þar sem við auglýstum aðalega bara á Facebook en ekki í dagblöðum líkt og við höfum gert síðustu ár. Það skilaði miklu meira sem sagt. Svo var ég búinn að tala svo sem íþróttamann Hveragerðis. Þannig að við ákváðum að bara að veita öllum verðlaun sem voru tilnefndir til þess að heiðra fólkið og hvetja það áfram. Annars var það ekki meira. Takk fyrir þetta, Friðrik. Bryndís Kjörnsson. Herðu, bara Friðrik hefur áður verið að benda á svona stafsetningavillur og svona. Það vil ég benda að þetta er á 2019, 7. desember 2019.
Geilt eitt núna. Er það inn í, já. Já, en kannski þarf að laga það. Anna var það ekki. Takk fyrir það. Friðrik, gjör svo vel aftur. Já, ég var nú reynda búinn að benda á þetta í morgun eða í gærkvöldi. Við fórum ekki aftur í tíman til þess að halda fundinn. En svo langar við líka reyndar að minna á jólaskreytingakeppnina sem við ákváðum að setja á stað. Þannig að það kom inn á hveragerði.is, það hægt að tilnefna þau hús sem að íbúum Hveragerðisbæjar finnst flottust. Þannig ég hvet ykkur til þess að rúnda bæinn og skoða flott hús og tilnefna þar inni. Takk fyrir það. Nú ekki hafa fleiri kveðs í ljós en þessa fundagerð, þannig ég ber hann upp til samþykktar, samþykkt samhljóða. Og þá það liður 7, það fundagerð Fasteignafélags Hveragerðis frá 7. desember. Og nú ekki mikil að vöxtum. Orðið laust hana. Engin kveðs í ljós, þannig ég ber hann upp til samþykktar, samþykkt samhljóða. Þá það næst liður 8, það kynning á fjármögnun sameiginlegra stafrænna verkefna. Og það tillaga bókun. Bæjarstjórn fagnar þessu framtaki og telur þá allan hátt skynsamlegt að sveitarfélög sem öll veita sömu eða svipaða þjónustu standi saman að gerð stafrænna lausna sem nýst geta öllum. Og tillagan svo að samþykkja þátttökuverkefni en orðið laust. Friðrik, gjör svo vel. Já, formaður, takk fyrir þetta. Ég veit að Flóahreppur, ég allan fekk tölvupóst frá Eydísi sveitarstjóra þar í morgun að Flóahreppur búinn að samþykkja að vera með og Ölfusi líka, sem mjög ánægjulegt að sjá að þetta komið inn í öll sveitarfélögin til umræðu. Ég held að það sé afar brýnt fyrir okkur að taka þátt í þessu, því að ef við myndum fara í þetta sjálf þá yrði þetta kostnaðurinn mun meiri á ári, heldur en bara einhver 500.000. Þetta væri örugglega nær 12 milljónum á ári fyrir okkur sem bara sveitarfélag við myndum ákveða að fara í þetta. En þarna mikla framför að ræða og eins og þið sjáum nú í glæru kynningunum sem fylgdi þá verið að fara þarna í þetta fyrsta rafræna verkefni verður umsóknir fjárhagsaðstoð hjá sveitarfélögum þar sem að þú getur þá sótt öll gögn bara inn á island.is frá skattinum og héðan og þaðan, Vinnumálastofnun og bara skila það á einum stað sem mun náttúrulega einfalda lífið til muna og svo líka með þessu þá með því að búa til þessar tengingar fyrir fjárhagsaðstoðarkerfið þá erum við að einfalda lífið fyrir okkur til næstu verkefna eins og að sækja félagslegt húsnæði eða annars konar hluti sem að fólk þarf að sækja til sveitarfélagsins. Já. Og svo kannski til að bæta við margir hafa spurt mig varðandi hvers vegna við vildum þetta en ekki einhvað byggingatengt eða þú veist að sækja byggingarleyfi og þess áttar þá vinna sem í gangi innan húsnæðis- og mannvirkjastofnunar varðandi svona umsóknarferli og rafrænt. Þannig að þess vegna var þetta tekið fram fyrir annað. Takk fyrir það. Njörður, gjör svo vel. Já, forseti, mér langaði bara að fagna þessu verkefni. Ég held að þetta sé nauðsynlegt skref og mjög eðlilegt í nútíma samfélagi að sé verið að taka það og ég þekki þetta frá ríkisliðinu, þar sem ég vinn hjá ríkisstofnun að þar verið einmitt að keyra svipað verkefni má segja, þar sem verið að reyna rafvæða ríkið, þannig að fólk þurfi ekki að hlaupa á milli margra bygginga með umsóknirnar sínar til þess að ná í fylgiskjöl og annað, þannig að ég fagna þessu gífurlega. En á sama tíma langar mig líka að minna á að við þurfum alltaf að huga bakendanum í þessu. Þá á ég við, það náttúrulega gengur ekki að við ætlum að, þegar við erum að tala mikilvæg gögn sem að þarf að varðveita til lengri tíma, þau eigi að varðveita á pappír. Það náttúrulega bara gengur ekki í stafrænu umhverfi og sérstaklega þegar við erum að keyra svona áfram eins og í þessu verkefni og hjá ríkinu, þá þarf að huga þessu bakenda hvernig við tökum það til varðveislu og þá reynir auðvitað á sveitarfélaginu í því og héraðsskjalasöfnin sem við ræðum nú reglulega hér. Takk fyrir það, Njörður. Jóhanna, gjör svo vel. Já, takk formaður. Mér langar líka að fagna þessu. Við höfum tekið góða umræðu stafrænu þjónustuna áður og bara mér finnst
svona verkefni akkurat auka þjónustu bæjarbúa og þetta alltaf færast með auknum mæli í þessa átt og þannig að mér finnst þetta bara frábært, eykur skilvirkni. Takk fyrir það. En ég sé að Hveragerðisbær ekki komin ennþá inn á Ísland.is, svo ég minnist á það einu sinni enn. En allavega þeir sem eru samþykkir þáttöku í þessu, að þeir réttu pönt, samþykkt samhljóða. Þá það liður 9, það Sortu Suðurlands, það aðgerðaráætlun meðhöndlun úrgangs og það drög að Suðurlandskafla aðgerðaráætlun fyrir endurskoðun á sameiginlegri svæðisáætlun meðhöndlun úrgangs fyrir suðvesturhornið 2021 til 2032. Orðið laust þetta. Aldís Gjörsvæl. Já, þið tókuð væntanlega eftir að við erum búin að taka þetta á dagskrá einu sinni áður, þannig að þetta sett á dagskrá aftur og það vegna þess að við fengum athugasemd það að við ættum að hafa skoðun á þessu. Þannig að ég vonaði að við lesið þetta og ef að Eyþór færi kannski aðeins bara yfir bókunina sem að bæjarstjóri setti saman hérna á þann og sem byggir á því að okkur líka bara vel við okkar sorphirðukerfi. Langar ekki sérstaklega að fjölga tunnum við heimahús og svo þarna aðeins fjallað brennsluofnin fyrir dýraleifar í áhættuflokki sem að kemur þarna fram að verið að vinna að uppsetningu að og á að kosta hátt í 200 milljónir eða meir en 200 milljónir. Og þá þetta ekkert nema eðlilegt að við hér í Hveragerði spyrjum okkur að því með hvaða hætti eiga sameiginlegu sjóðir Sunnlendingar að fara í þá uppbyggingu þar sem að við eigum auðvitað hluti í þessum peningum en við eigum engar dýraleifar. Þannig að það svona spurning hvernig það á að vinnast og ég búin að vekja athygli á því inn í Sortu Suðurlands að það hlýtur að þurfa að ræða það með einhverjum hætti hvernig það á að gerast. Takk fyrir þetta Aldís, rétt að ég lesi bókunina. Bæjarstjórn telur að það gæti verið góður möguleiki að söfnunarkerfi á Suðurlandi verði samræmt en þá með þeim fyrirvara að í dag eru Hveragerðingar með 3 tunnu flokkun og fjölgun söfnunartunna við heimahús myndi tæplega falla í góðan jarðveg. Bæjarstjórn hefur ítarlega kannað mismunandi fyrirkomulag við söfnun og hefur komist að niðurstöðu að sú aðferð sem viðhöfð í dag 3 tunnu flokkun með sér tunnu fyrir lífrænan úrgang að ganga vel. Tilraun sem gerð var með tunnu í tunnu fyrirkomulag var ekki að virka eins vel. Allar breytingar á söfnunarkerfum þarf að hugsa til hlítar og meta ávinning sem fæst af fjölgun íláta við heimahús. Hvað varðar uppsetningu brennslustöðva fyrir dýraleifar í áhættuflokki þá vekur bæjarstjórn athygli á því að í Hveragerði falla ekki til neinar dýraleifar og því þarf að íhuga vel með hvaða hætti sameiginlegir sjóðir sveitarfélaga á Suðurlandi eru nýttir til þeirrar uppbyggingar. Að öðru leyti lýsir bæjarstjórn yfir ánægju með þá vinnu sem unnin á vegum Sortu Suðurlands en vekur jafnframt athygli á að einstök sveitarfélög eru bundin samningum sem taka þar tillit til þessa vinnu. Það þarna smá lagfæringar í stafsetningu Aldís eða Helga. Já, hún sér það. Man einhver hvort var uppsjónunni hlítar eða ekki? Nei, ég held ekki, það einhver? Að hljóta, já, eitthvað sem hlýtur að vera, ég held að sé ekki hlítar. Það ekki uppsjón. Herðu, Njörður Gjörsvæl, annars orðið laust. Forseti, bara takk fyrir þetta og þetta fín bókun og ágætt einmitt að undirstrika það að það hefur gífurlega áhrif á íbúa og jafnvel kostnað á íbúa ef að þessu kerfi breytt mikið, til dæmis ef verið að fjölga tunnum og ég veit að það er bara gífurlega óvinsælt hér innan bæjar þess að fólk er búið að koma sér upp tunnuskýlum með tilheyrandi kostnaði og öllu slíku þannig að það er mjög gott að benda á það en að sama skapi hljótum við auðvitað vera alltaf opin fyrir endurskoðun og að við notum bestu aðferð hverju sinni við flokkun. Takk fyrir það, Njörður. Bryndís Gjörsvæl. Já, forseti, það var alveg mjög áhugavert að lesa þetta og ég fagna því samt sem áður að það sé einhver samræming að verða þarna en mér
eins og við vorum að tala hérna áðan að ef við erum að fara að bæta við einni tunnu þá held ég að það sé aftur för. Ég vil bara helst að allir komi bara í okkar kerfi og við getum bara, ef að við myndum fá fólk til þess að sjá hvað við erum að gera þetta vel og kenna þeim svolítið, þá held ég að við verðum bara, það myndi þetta auðvelda rosalega. Þetta oft svolítið flókið þegar maður að fara að setja sig inn í einhverja hluti þegar maður fer út á land og annað. Þannig að ég fagna samræmingunni, en mér finnst þannig ekki góð ef við ætlum að fara að setja 4 tunnuna, þá fer að vera bara tunnur út allan bæ. Takk. Takk fyrir þetta, Bryndís. Aldís Gjósvör. Já, gott að heyra samhljóm bæjarfulltrúa í þessu máli. En eins og þið sáuð í skýrslunni, þá svolítið talað að það möguleika að vera með sérsöfnun á plasti og svo í annarri tunnu pappa og pappír. Og það kallar auðvitað á 4. tunnuna allavega með því fyrirkomulega sem við erum með hér. Þannig að þetta svona eitthvað sem við þurfum auðvitað bara að skoða mjög vel og síðan verðum við líka og auðvitað hlýtur Sorpstöðin að vera að vinna á þeim grunni því að það auðvitað verið að ræða grundvallarbreytingar á úrgangsstjórnun á Íslandi. Þar sem að við erum að fara að ræða þetta pay as you throw system, þar sem að þú bara vigtar, það bara vigtu tunna frá þér og þú borgar bara í samræmi við það sem þú skilar af blönduðum úrgangi. Og það auðvitað framtíðin, engin spurning leið og bara tæknin leyfir okkur það og möguleikarnir eru til staðar. Að því að nefskattur í þessu eins og öllu öðru auðvitað bara í hæstamáta og óeðlilegur og gefur heldur engan hvata til þess að gera vel. Takk Aldís. Ekki hafa fleiri kveðið sér ljós, þannig að ég ber þessa bókun upp til samþykktar sem ég las áðan með samþykkt samhljóða. Þá það liður 10, það minnisblað frá bæjarstjórum starfshópum tölvubúnað og það lagt í að, ég ætla að lesa tillöguna, bæjarstjórn samþykki að stofnaður verði starfshópur og að í honum verði eigi sæti bæjarstjóri, formaður fræðslunefndar, skólastjóri grunnskólans, fulltrúi þjónustuaðila tölvumála, kennslu ráðgjafa á grunnskólastigi hjá skóla- og velferðarþjónustu Árnestings, kennari sem sér upplýsingatækni í GIH og einn fulltrúi kennara skipaðar á skólastjóra. Starfshópurinn skili af sér tillögum til bæjarstjórnar í byrjun apríl. Orðið laust þetta. Njörður Gjósvör. Já, forseti, við fögnum þessu bara gífurlega og við fögnum þessu svo mikið að við viljum endilega setja bókun sem að hljómar svo. Bæjarfulltrúar okkar Hveragerðis fagna þeim skrefum sem taka á í átt til nútímans í upplýsingatæknimálum grunnskólans í Hveragerði. Undir þetta skrifa Njörður og Þórunn. Takk fyrir það, tek bara undir það. Ekki hafa fleiri kveðið sér ljós og ég ber þetta upp til samþykktar. Samþykkt samhljóða. Má ég annars aðeins bakka örstutt? Já. Af því að við gerum það ráð fyrir að þessi starfshópur sé fyrst og fremst að íhuga raunhæfan tölvubúnað og með hvað hætti skólinn að búast tölvum en ekki að skipta sér af svona tölvukennslunni eða faglegu starfi. En kennararnir þarna sem eru þarna í hópnum auðvitað eru svona hugsaðir til að stýra öllum í rétta braut en svona sjálft faglega starfið svo skólans að finna út úr sko. Bara þannig það sé sagt. Takk fyrir það. Við vorum búin að samþykkja þetta, þannig að við förum bara í næsta lið. Og það lið 12, það til að breytinga á reglum innritun og gjöld á leikskólum. Og þegar við lesið þá tillögu, engin kveðið sér ljós, þannig að ég ber hann upp til samþykktar, samþykkt samhljóða. Og þá það liðið 13, það þjónustusamningur við félag eldri borgara og hann fyrir árin 2020 til 2024 orðið laust. Engin kveðið sér ljós, þannig að ég ber hann upp til samþykktar, samþykkt samhljóða. Þá það liðið 14, þjónustusamningur við Karlakór Hveragerðis fyrir árin 21 til 23 orðið laust það. Engin kveðið sér ljós, þannig að þeir sem samþykkir, samþykkt samhljóða. Þá það kynning á, liður 11, hann kemur á eftir bara. Þá það kynning á og tilboð í bílastæðakerfi við gönguleiðina í Reykjadal. Og ég held að sé rétt að biðja Aldísi að
að kynna tillögurnar eða kynna tilboðin sem við höfum fyrirliggjandi. Já, þið hafið væntanlega farið yfir þessi gögn. Þannig eru komin 2 tilboð frá þessum aðilum sem eru svona mest áberandi á þessu markaði. Og þetta er annars vegar öryggismiðstöðin og hins vegar Parking Plus sem vinnur þá með Securitas. Báðir aðilar hafa verið að setja upp svona bílastæði á höfuðborgarsvæðinu. Það er þá verið að tala í öllum tilfellum að það verði farið í innheimtu með myndavélum, þannig að það er þá verið að tala fullkomna sjálfvirkni, talandi stafrænt umhverfi og þannig að þú getur þá keyrt inn og með þú bíllinn myndaður og númerið lesið og þá kemur ljós hver á það og ef þú borgar ekki þá er það þetta val síðan bæjarstjórnar hvort við sendum kröfu í heimabankana eða hvernig við gerum þetta. Því að það er ennþá hugmyndafræðin að það verði ekki þarna sektað á þessum stað, heldur höfðað til greiðsluvilja fólks og vilja til þess að gera þennan stað ennþá betur en hann er í dag. Og það er gerð hér tillaga að taka tilboði öryggismiðstöðvarinnar. Það er, eins og við sjáum, það er þarna rúma 2 milljónir í startkostnað og síðan 85.000 á mánuði í afnotagjöld af hugbúnaði og umsýslu og það er einfaldlega mun hagstæðara heldur en tilboðið frá Parking Plus. Öryggismiðstöðin þekkir þetta mjög vel, þeir voru að klára að setja upp í Kólaportinu til dæmis og það hefur virkað mjög vel, þeir hafa unnið mjög mikið með Reykjavíkurborg líka. Þannig að við þurfum ekki að ágjöra því að þeir viti ekki hvað er að gera og þeir vinna líka með EasyPark sem er nýbúið að kaupa leggja.is þannig að það myndi þá innheimta bílastæðgjaldan og færi í gegnum það kerfi. Og við sem þekkjum EasyPark eða leggja vitum hversu þægilegt þetta er og svo eru þeir eru að verða langstærstir í Evrópu þannig að það er náttúrulega fjölmargir útlendingar sem þekkja þetta fyrirkomulag. Þannig að það er þá þarna gerð tillaga að taka tilboð öryggismiðstöðvarinnar svo við getum hafið undirbúningagjaldtöku. Gjaldtakan á ekki að vera þannig að bæjarfélagið sé að taka gróða út úr þessu bílastæði, heldur á allur ágóða því að ef einhver verður að nýtast til uppbyggingar og umhverfi og aðkomu þarna frá, auk þess að þetta kosta þær framkvæmdir sem þegar er búið að ráðast út í, plús þá þjónustu sem verið er að veita gestum á svæðinu. En öll sú útfærsla er þá í rauninni eftir og það er gerð hér tillaga að það komi fyrir bæjarráð í janúar tillaga gjaldtökuna, hvítlistun og þetta allt saman. Hvernig bara svona nánari útfærsla sem við myndum þá vinna með öryggismiðstöðinni í framhaldinu. Ef við bara bæta kannski örstutt við, það sem mér finnst verið að gerast núna, og ég finn það svo greinilega, er að það að við skulum vera búin að malbika bílastæðið og svo er þetta komið þetta fallega þjónustuhús, gerir allt í einu dalinn sýnilegan og ég er að fá bara ótrúlega mikið af áhugaverðum erindum frá fólki varðandi dalinn. Það er bara eins og allt í einu hafi fólk uppgötvað hvað þetta er fallegur staður og þá er ég ekki bara að tala Reykjadalinn og ég vona svo innilega að þessi uppbygging þarna frá verði til þess að dalurinn sem við verðum að fara að finna nýtt örnefni á því ég ætla aldrei að kalla þetta Vorsabæjarvelli eða Árhólma. Þannig að eitthvað annað. Ekki Ölfusdal, ekki að ræða það sko. Nú glemdi ég að ég er í upptöku. Ef við heppin horfir enginn á þetta. En þannig að ég held að við munum sjá alveg svakalega aukningu umferðar bæði gangandi og alls konar, ekki bara í Reykjadal heldur bara þannig kring. Því að svæðið er svo miklu fallegra heldur en við almennt gerum okkur grein fyrir. Takk fyrir þetta Aldís. Njörður næstur, kjörfar. Já, forseti, ég held að þetta sé algjörlega rétta leiðin til þess að innheimta bílastæðgjöld, það sé að hafa þetta svona sjálfvirkt og ég hef ekkert á móti því að sé samið öryggismiðstöðina. Ég langaði að nefna hérna samt eitt að hér er komið tilefni til þess að endursemja við Reykjadalsfélagið, vegna þess að þar var gert ráð fyrir að það yrði aðstaða fyrir bílastæðaverði inn í þeim samningi en þarna verða þá engin bílastæðaverðir ef við förum þessa leið.
og það má gera ráð fyrir að bílastæðaverðir hefði annars verið þarna 8-16 tíma á dag og það má örugglega verðleggja þá aðstöðu á Reykjadalsfélaginu einhvern nátt. Þannig að ég held að það sé bara mjög eðlilegt að nú fari bæjarstjóri til Reykjadalsfélagsins og segja, herðu, við þurfum ekki að nota aðstöðuna fyrir bílastæðaverðina og endur semja upp á nýtt. Takk fyrir þetta, Njörður. Friðrik er næstu kjörföl. Já, forseti, ég ætlaði svo sem bara enn og aftur að fagna því að við sem nú að hefja gjaldtöku þannig inn í dal og með við allan að þann bílafjölda sem maður hefur séð á nýja bílastæðinu okkar, þá veltum maður fyrir sér hvort það þurfi ekki bara að fara að stækka bílastæðið. En það er allan greinlegt að það er löngu orðið tímabært að rukka þarna til þess að geta farið í enn frekari uppbyggingu þarna inn í dal og sinnt enn betur göngustígum og öllum innviðum þarna við frá. Nei, ég fagna því. Takk Friðrik. Aldís Björnsson. Já, það er nú ánægjulegt að sjá að Eyþór er nú sestur inn í nýja þjónustuhúsið, en sem að sko útsýnið úr þessu er náttúrulega algjörlega einstakt finnst mér. En ég efast ekki að við munum vera í stöðugum samskiptum við fulltrúa Reykjadalsfélagsins og ef að það verður ekki not fyrir eitthvað smá rými fyrir bílastæðaverði, þá munum við örugglega geta komið þarna einhverju öðru inn sem að þannig að við fáum nægilegt fyrir peningin. Hvort sem það eru skilti eða einhverju sjálfsalar eða einhvers konar starfsmannaðstaða, því það þarf auðvitað að sinna þarna ýmislegt framferð sem horfir, bara skógræktina, þó við séum ekkert annað. Takk fyrir það, Aldís. Þórunn Kjölsvör. Forseti, kæra þakki fyrir þetta og bara ánægjulegt að sjá að þetta er áfram bara í góðu ferli. Mér langar að nú að taka undir það sem Njörður var að tala varðandi húsið og aðstöðuna sem við höfum verið að kaupa okkur að þar, því við höfum nú mjög skýrt talað gegn því plani og ég bara velti fyrir mér núna með þessu, hvað erum við að kaupa? Það er önnur umræða sem við ætlum ekki að fara í, kannski akkurat hér. En eins og bara kom fram hér í máli bæjarstjóra og fleiri að það verður aukin aðsókn að svæðinu og já, ég skil ekki ennþá þann samning sem var farið yfir Reykjadalsfélagið reksturinn á þessu húsi. Svo það sé sagt. En fagna öðru leyti uppbyggingu Hveragerðisbæjar á að fara að rukka bílastæðagjöldin á svæðinu. Takk Þórunn. Aldís Björnsson. Já, án þess ég vil nú fara lengja fundinu, ég held að enginn enn svo sem að taka þá umræðu eina ferðin enn. En við munum alveg, við erum auðvitað að greiða fyrir þjónustu sem þarna veitt og salins aðstöðun ekki síst og ef þið hafi komið inn í þjónustumiðstöðunum þá sjáu þessi gríðarlega stóru salinni sem eru líka með möguleika á opnun 24 tíma á sólarhring. Þannig að sko, það að þarna skuli vera aðstöðuhús er forsenda þess að við getum yfirleitt rætt það að rukka á bílastæði. Því að fólk verður að fá eitthvað valjú fyrir peningin. Við getum ekki bara stilt bílastæði og ég reyndi að við getum það væri frekar lélegt og hafa síðan betur það er ekki klósett neðstöðar og engin aðstæði. Við ætlum bara að hafa svona keypta brúna kamra eða leigða og láta fólk vera á því. Þannig að það þarf að vera eitthvað virði í því þegar að fólk er að borga og við teljum okkur geta fært mjög sannfærandi rauk fyrir því að ef þú greiðir á bílastæðinu þá ert að fá svona raunverulega þjónustu. Þú ert að fá vatn í krana og getur farið á klósettið og setið þarna á pöllum og borða nestið þitt og hvað veit ég. Takk fyrir þetta, Þórunn Björnsson. Forseti, já ég segi eins og bæjarstjóri, ég ætla nú ekki að fara lengi að fundi með þessar umræðu, hún hefur átt sér stað áður. En ég bara vil minna á það aftur að þetta að verða á sér stað þessi uppbygging þarna út af Reykjadalnum og svæðinu sem í kring, þess vegna þetta byggjast upp. Við hefðum getað farið margar aðra leiðir til að bjóða þetta þjónustu varðandi salerni og annað. Og bara ítreka það að ég og við í okkar Hveragerði erum ennþá mjög ósátt við þessa leið sem var farin. Takk. Takk fyrir þetta. Aldís, loka orð. Já, ég virði alveg skoðanir ykkar og þarna, en ég alltaf að verða sannfærðari það að þetta hafi verið farsælt skref að stíga og að þessi skref sem við erum að stíga inn í dal muni gera verkum að þarna muni eflast ferðaþjónusta og sem hafi mikið gildi ekki bara fyrir dalinn heldur fyrir Hveragerði og ferðaþjónusta aðila og bæjarfélagi, allt. Og það þurfti eitthvað að gerast, það er bara þannig. Takk fyrir þetta. Ég ætla að lesa tillögu hérna á lengri haldið.
Bæjarstjórn samþykkir að hefja gjaldtöku á bílastæði á Árhólmum leið á salernis aðstaða og þjónustuhús verði tilbúið. Jafnframt samþykkir bæjarstjórn að tilboðið öryggismiðstöðvanna verði tekið og undirbúningur að gjaldtöku hefjist nú þegar. Tillögur að gjaldi og fyrirkomulagi gjaldtökunnar verði lagðar fyrir bæjarráð í janúar. Jafnframt vill bæjarstjórn koma á framfæri að bílastæðagjaldi ætlað að standa straum af kostnaði við uppbyggingu á staðnum og þjónustu sem veitt gestum. Bílaplanið eitt og sér kostaði ríflega 40 milljónir og bæjarfélagið mun greiða rekstraraðilum á svæðinu fyrir þá þjónustu sem veitt þeim fjölmörgu sem það fara. Einnig standa vonir til að hægt sé að setja fjármuni í nauðsynlega uppbyggingu göngustíga og úrbætur inn í Reykjadal. Ágóðið af bílastæðinu ef einhver verður mun eingöngu nýtast til uppbyggingur á umhverfi og aðkomu. Orðið laust tillöguna. Engin kveður sér ljós, þannig að ég ber hann upp til samþykktar og samþykkt samhliða. Þá komið að lið 16 og það fyrirspurn frá okkar Hveragerði biðlista á leikskóla Hveragerðisbæjar og stöðu í dagmæðramálum. Og það fyrirspurn hversu mörg börn á biðlista til að komast inn á leikskóla Hveragerðisbæjar og hversu gömul börnin á biðlistanum eru. Jafnframt óskað eftir upplýsingum hversu mörg þeirra barna sem á biðlista eftir leikskólaplássi hafi lögheimili í Hveragerði eða sveitarfélaginu Ölfusi. Þá jafnframt óskað eftir upplýsingum stöðu í dagmæðramálum í Hveragerði, hversu margar dagmæður eru starfandi og hversu mörg börn þau hafa í vistun. Og Aldís, gjörðu svo vel. Já, ég ætla bara að leyfa mér að svara þessari fyrirspurn núna og bóka inn svarið sem þá svohljóðandi. Á biðlista eftir leikskólavistun eru núna 4 börn sem fædd eru 2017, 2018 og fyrri part ársins 2019. Ekkert þeirra með lögheimili í Hveragerði, en foreldrar þeirra gera ráð fyrir að flytja austur fyrir fjall eftir áramót, 2 til Hveragerðis og 2 í Ölfusi. Á biðlista eru 2 börn sem fædd eru miðjan nóvember 2019 og þar með nýorðin 1 árs. 3 til viðbótar verða 1 árs fram að áramótum. 2 börn á biðlista sem verða 1 árs fram til 1. apríl 2020, annað þeirra úr Ölfusi. Rétt að geta þess að árgangur 2019 óvanalega stór eða 44 börn. Árgangur fæddur 2020 aftur á móti mun fámennari eða 25 börn en sem komið Helga verður nú að bæta við. Því mun væntanlega ganga hraðar að taka inn yngri börn næsta haust en nú Að lokum rétt að geta þess að dagforeldri hefur nýlega fengið leyfi til starfsemi og hefur hún þegar fengið umsóknir þau 5 pláss sem í boði eru. Áfram verður því auglýst eftir dagforeldrum í bæjarfélaginu en þrátt fyrir kostakjör hefur það ekki gengið betur en þetta. Þannig að það ljóst, það eru í grunninn bara 2 börn sem eru orðin 1 árs sem á biðlistanum og þau eru fædd upp úr miðjum nóvember. Þannig að, og svo eru 3 til viðbótar fram að áramótum. Ég búin að ræða við leikskólastjóra og vonir standa til að mögulega, það bara ekki hægt að gefa það út strax, verði hægt að taka inn einhver börn áramót. Eða fljóta á 9 ári. Takk fyrir þetta Aldís, Njörður Kjálsvæl. Forseti, ég kan bara þakka fyrir þessar upplýsingar og ég held að sé gott að við höfum þær svona í huga alltaf þegar við erum að hugsa leikskóla og dagmæðramálin og það er ýmislegt sem að auðvitað eru undir svo sem hvenær börnin komast inn á leikskóla og svo framvegis. Maður hefur heyrt alveg héðan frá foreldrum í Hveragerði að þeir finnist skrítið að sjá börn á biðlista sem ekki með lögheimili í sveitarfélaginu eða Ölfusi og það alveg skiljanlegt en ég svo sem alveg skil ástæðuna fyrir því. Þá annað í þessu sem við höfum svo sem kannski rætt, ekki opinberlega en mér langaði samt að nefna hér, það fjölgunin í Ölfusi sem við þurfum líka svolítið að pæla í vegna þess að þetta auðvitað að stærstu hluta leikskólanum okkar þó að sveitarfélagið Ölfus eigi að sjálfsögðu í þeim en já, það svona já, eins og ég segi, þetta eru bara upplýsingaöflur sem við erum að óska eftir og ég held að það sé gott fyrir okkur alla bæjarfulltrúa að hafa þær við hendina.
Takk Njörður, Friðrik Gjósvar. Já, forseti, ég vil nú bara fagna því að biðlistamál séu svona eins og þau eru núna. Það er að segja að það séu það fá börn á biðlista. Ég held að það þekkist nú ekki í mörgum sveitarfélögum í kringum landið að biðlistar séu svo stuttir. Og líka að það sé þá hægt að taka inn öll börn núna mögulega fyrir lok þess árs er mjög ánægilegt. En ég tek undir með nýrði. Ég hef áhyggjur af þessar uppbyggingu sem er að verða hérna alls þar í kringum okkur í Ölfusinu og þeirri fólksfjölgun og þegar maður skoðar fundi skipulagsnefndar í Ölfusi, í Þorlákshöfn og fyrir Ölfusið, að þá sér maður að það er verið að undirbúa byggingu íbúðahúsna alls staðar hérna í kringum okkur. Niður í Saurbæ og upp í Klettagljúfri þar kring og enn meira hérna niður í Grásteini. Þannig að ég held að við verðum að fara að skoða þetta því að það er alveg augljóst að það verður mikil fjölgun þarna og ég held að við ættum alltaf að horfa fyrst til þess að einbeita okkur að okkar íbúum frekar en þeirra sem búa á Ölfusi því að það á ekki að vera gulltryggt að íbúar í Ölfusi fá aðgang að okkar leikskólum og okkar þjónustu. En náttúrulega ætti Ölfusið að kljúfa sig út úr Þorlákshöfn og sameinast Hveragerði. Það er náttúrulega bara annað mál síðan. Takk fyrir þetta, Aldís Gjósvar. Já, ég get allavega fullyrt það við bæjarfulltrúa að það er mikil vinna í kringum biðlistan og við höldum mjög vel utanum þessi mál. Ég hef alveg heyrt þetta sjónarmið að það sé óeðlilegt að börn sem eru ekki með lögheimili hérna fá að vera á biðlistanum. Og eins hef ég líka heyrt það sjónarmið núna upp á síðkastið að það sé óeðlilegt að börn séu tekin inn eftir aldri. En þetta eru breytingar sem við gerðum á biðlistanum og voru til mikilla bóta. Ég ætla bara að vara við þeirri hugsun að við förum að draga fólk í dilka eftir það hvenær það flutt í Hveragerði eða hversu lengi það hefur búið í Hveragerði. Því að við erum vaxandi sveitarfélag með mikil ásókn í að búa hérna. Og ég get lofað ykkur því að ungt fólk myndi ekki sækja hingað eða það væri flytjingar með 4-5 ára börn og það vissi það að þeirra börn myndi lenda aftast á biðlistanum sem hvergi nokkur staðar þekkist. Þannig að þetta var stökkbreyting í þjónustu við fjölskyldur þegar við fórum að taka inn börn bara eftir aldri. Og þess vegna líka getum við ekki gefið fólki svör marga mánuði fram í tíman því að það geta alltaf fluttinga eldri börn sem að fara þó fram fyrir hinn. Þannig að þó að við séum núna að gefa þessar upplýsingar hér ákveðin börn og hvernig ekki ákveðin börn, bara aldur þeirra barna sem eru á biðlistanum, þá getur alveg fluttinga fjölskylda. Jafnvel 2, jafnvel 3 með börn sem að gera það verkum að þessi börn sem að núna eru kannski einhvers staðar, þau fara bara aftar. Það er eðli biðlistans eins og hann er núna og það er engin önnur leið. En aftur á móti væri líf okkar miklu, miklu betra ef við myndum finna eitt dagforeldri sem væri til í að vera þá á þeim kjörum sem að við bjóðum sem eru bara mjög góð. Við erum með tekjutryggingu hjá dagforeldrum sem ég held að þekkist hvergi. Það er fá 100.000 krónur í startgjald og 50.000 krónur árlega í tækjagjald og núna til dæmis eigum við fjölburakerfuna þannig að það þarf ekki að kaupa hana heldur. Þannig að við munum auglýsa aftur en þetta tilboð getur bara gilt fram að sumarfríi leikskólana á næsta ári eða fram yfir af því að ég á nú frekar von á því ef það bætist ekki mjög mikið í 20 árganginn að þá verði þessi vandi tæplega til staðar. En ég ætla samt að segja það kemur mér pínlítið óvart. Ég heyrði nýja dagforeldrinu nýlega og það eru mjög ung börn sem að verður að sækja vistun fyrir þannig að það virðist vera sem að lengingin og fæðingarorlofinu að fólk sé annarkvæmt ekki búið að fatta það eða ætla ekki að nýta það til fulls. Takk Aldís, Njörður Gjósvar. Já, forseti, bara aðeins hérna dagmæðramálin og þetta ræddum við svolítið á síðasta kjörtímabili þegar var verið að ákveða með leikskólan Undraland og stækkun hans og það. Og þá svona, við minnihlutanum vorum að benda á að þarna væri tækifæri til þess að losna við það vandamál sem að virðist vera eilíflega í kringum dagforeldramálin. Það er að segja að það vantar dagforeldra, foreldrar eru í vandræðum með að koma börnum sínum í dagvista og tilteknum aldri
og ég held að þessi dagforeldramál að þau leysist ekki í raun og veru og nú ætla ég að nota kannski svolítið ljótt orðalag fyrir en það er búið að útrýma dagforeldrum og að sveitarfélagið sjái alveg dagvistun barna. En það verður alltaf vandamál að fá dagforeldra til starfa og sem dæmin núna að þá eftir að Hveragerðisbær fór að taka börn frá 12 mánaða aldri inn og þá minnir mig að sé þannig í reglugerð varðandi dagforeldra að þau mega bara vera með 2 börn sem eru yngri en 12 mánaða. Þannig að rekstrargrundvöllur dagforeldra kannski ekkert sérstakur í þessu umhverfi. Þannig að ég held að við þurfum að hugsa til framtíðar og mögulega þegar við förum í að byggja nýja leikskóla að taka þetta bara alla leið. Þannig að sveitarfélagið taki þessi dagvistarmál alveg á sínar hendur. En þess að annars verður alltaf þessi vandræði með dagvistun hjá ungum börnum á vegum dagforeldra. Ég held að við bara losnum ekki við það vandamál fyrir en sveitarfélag tekur þetta bara alveg að sér. Takk Njörður. Jóhanna næst, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir þetta. Já, nú náttúrulega liggur fyrir frumvarp frá félags- og barnamálaráðherra að fæðingarorlof verði 12 mánuðir, að hvert barn eigi rétt á 12 mánaða fæðingarorlofi með sínum foreldrum og þá náttúrulega hugsa til þess að sveitarfélögin taki við frá 12 mánaða aldri eins og hefur verið reynt að gera hér. Þannig að það verður áhugavert að vonandi gengur þetta allt saman í gegn hjá hinu háa Alþingi. Takk Jóhanna. Aldís, gjörðu svo vel. Já, ég heyri ekkert annað en að fæðingarorlofs- og foreldraorlofsfrumvarpið fari í gegn og þá tekur það gildi frá áramótum. Þess að það kemur það mér á óvart að sjá að fólk virðist vera að leita eftir listum fyrir börn sín frá mjög ungum aldri. En ég alveg sammála þegar ég held að dagforeldrakerfið ekki komið, það á kannski ekki langa framtíð fyrir höndum. Og því að auðvitað lengjungu fæðingarorlofsins ætlað að brúa þetta bil sem að það er nú eins og horfa á slædsýningu, vera með Eyþór og fundan alltaf breytum bakgrunn. Og þannig að ef foreldrar í sambúð geta búið til 13-14 mánuði úr 12 mánaða fæðingarorlofi með beggja sumarfríi, þannig að þá eiga nú svona flest börn að vera komin nálægt í, allavega hjá okkur, að vera komin inn í leikskóla. En síðan ein leið sem ég hef aðeins verið að benda fólki á og við erum algjörlega til í og höfum kynnt fyrir foreldrum, það er því svokallaða ömmuleyfi sem allt og fáir við að skera sig grein fyrir að sé til. Það er að við höfum alltaf verið tilbúin til þess að veita einstaklingum leyfi, ömmu, frænku, systur eða eitthvað álíka. Þá er það bara tekið út af félagsþjónustunni og viðkomandi fær svokallað ömmuleyfi til að passa eitt barn og fær þá niðurgreiðslu sveitarfélagsins á móti. Þannig að það hafa einstaka sinnum, þá hefur þetta verið nýtt, en ég held við ættum kannski aðeins að bara auglýsa þetta fyrir fólki, að þetta er svona aðeins skotsilfur fyrir ömmu sem til í að passa barnabarnið. Takk fyrir þetta. Nú fleiri á ekki kveðið sér hljóðs, þannig að ég lít þannig á að við séum það sé búið að svara fyrirspurninni og ræða þetta nokkuð vel held ég. Þá erum við búin með lið 16 og það er komið að lið 17 og það er sorgarfrek frá Þórunni. Bréf frá Þórunni var Pétursdóttur frá 7. desember þar sem hún óskar eftir ótímabundnu leyfi frá setu í bæjarstjórn af persónulegum ástæðum. Jafnframt segir hún sig frá öðrum trúnaðarstörfum í nefndum og ráðum sem hún hefur verið kjörin í á vegum Hveragerðisbæjar sem fulltrúi okkar Hveragerðis. Og það er hérna tillaga sem þetta sé rétt að ég bara lesi strax. Bæjarstjórn samþykki beiðnina en Sigrún Árnadóttir mun taka sæti Þórunnar í bæjarstjórn á meðan á leyfinu stendur. Jafnframt samþykki bæjarstjórn að Sigrún verði varamaður í bæjarráði, varamaður hjá fasteignafélagi Hveragerðis, aðalmaður á ársfundi SAS, aðalmaður á aðalfundi Heilbrigðiseftirlits Suðurlands, aðalmaður á landsþingi Sambands íslenskra sveitarfélaga og varamaður í héraðsnefnd Árnesinga. Helga, það þarf að laga aðeins þarna í síðustu línunni. En áður en ég gef orðið laust, þá langar mér bara til að þakka Þórunni fyrir gott samstarf
og saknirnar. Aldís, gjörðu svo vel. Já, ég vil bara taka undir með forseta og þakka þér kærlega fyrir gott samstarf og óska þér velfarnaðar í öllu því sem þú tekur fyrir hendur. Þó þú hafir ekki hugað því að taka ráðleggingum okkar störf í nýju sveitarfélagi. Takk Aldís, Þórunn, gjörðu svo vel. Forseti, já, takk fyrir þetta. Þetta nú ekki sorgarfréttir. Hér erum við öll alveg sprellfín, en það takk samt Eyþór fyrir falleg orð. Sigrún kemur inn í minn stað og ég tel það persónulega sé mjög gott að skipta og fá fleiri inn. Nú ég búin að vera 2 ár og það bara gefur meiri innsýn að fá nýtt blóð og hrista þess upp í okkur öllum. Það veitir stundum ekkert af. Mér fundist þetta afar skemmtilegt að kynnast bæði ykkur persónulega og málefnunum og fá aðeins að takast á hluti sem við erum ekki sammála og annað sem hefur gengið líka mjög vel í samstarfi varðandi til dæmis fjárhagsáætlun og annað slíkt. Öll berum við hag Hveragerðis fyrir okkur fyrir brjósti, þó við höfum mismunandi sýn á suma hluti hvernig eigi að fara að því. Nú, annað að ég nú svo sem með lögheimili í Hveragerði, þannig að við erum ekki laus við mig, sko. Þannig að vitið til, ég kannski bara kem aftur tvíeld. En takk fyrir allt. I'll be back. Loka orðin, I'll be back. Be alert. Minn tími mun koma, sagði einhver tíma. Hann löngu kominn, en takk. Herru, takk fyrir þetta. Fleiri sem engi fleiri kveða sér ljós, þannig að ég ber þessa tillögu sem ég las upp til samþykktar, hún samþykkt samhljóða. Og ég gera ráð fyrir að Helga hafi náð að laga þarna sambandi íslenskra sveitarfélaga. Og það var einhver önnur villa, sást hana Helga. Nei, ok, það er villi sem sennilega. Heyrðu, þá komið að lið 18, það gjaldskrár Hveragerðisbæjar, laða semst fram. Gjaldskrár fyrir fasteignaskatt, lóðarleigu, leikskólagjöld, skólasel, skólamötuneyti, sundlaug og bókasafn fyrir árið 2021. Orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs, þannig að ég ber þessar gjaldskrár upp til samþykktar, það eru samþykktar samhljóða, en það margar ræddar. Síðan er það er næst liður 19, það er gjaldskrár sorpurðu og sorpurðunar 2021 og þetta er síðari umræða. Orðið laust hana. Enginn kveður sér ljós, þannig ég ber hann upp til samþykktar, samþykkt samhljóða. Og þá er það liður 20, það er gjaldskrár hundahalds 2021. Orðið er ekki laust, nei, orðið er laust. Friðrik, gjörðu svo vel. Já, ég ætla nú ekki að halda forseti sömu ræðu og síðast. Ég velti samt fyrir mig hvort að handsömunargjaldið hafi ekki átt að koma fram. Þarna líkt og gerir með kattaleyfis gjöldin. Svona handsömunargjald á hundum. Því að það var verið að bæta því inn í gjaldskrá katta. En það var ekki meira en þetta mál. Takk fyrir þetta. Aldís, viltu bregðast við þessu? Sko, ég kannaði þetta og handsömunargjaldið er í sérstakri gjaldskrá sem er ennþá í gildi og þarf í rauninni ekki að setja þarna inn og það var miklu hærri með mynti meira að segja. Þannig að, nú er ég búin að gleyma því aftur, sko, en það er sem sagt í gildi og er hærri en við ræddum á fundunum. Takk fyrir þetta, Friðrik, gjörðu svo vel aftur. Já, forseti, ég nefnilega var að leita inn á vef Hveragerðisbæjar að gjaldskráni fyrir handsömunargjald hunda og ég sá það ekki þar. Þannig að þess vegna spurði ég bara. Kannski einhver sem má bæta úr. Takk fyrir þetta. Ekki hafa fleiri kveðið sér hljóðs, en ég ber þessa gjaldskrá hundahald upp til samþykktar, samþykkt samhljóða. Og þá er það liður 21 að gjaldskrá kattahalds 2021 og það er líka síðari umræða. Orðið laust. Enginn kveður sér ljós, þannig ég ber hana eftir samþykktar, samþykkt samhljóða. Og þá er það liður 22, það er gjaldskrá vatnsgjalds 2021 og það er líka síðari umræða. Orðið laust, enginn kveður sér ljós, þannig ég ber það eftir samþykktar, samþykkt samhljóða. Þá er það liður 23, það er gjaldskrá fráveitu seinni umræða fyrir 2021. Orðið laust,
Engin þessi hljóð, þannig ég ber hana upp til samþykkt samhljóða. Þá það liður 24 og það sem sagt fjárhagsáætlun Hvergerðisbæ 2021 og það seinni umræða og Aldís gjörðu svo vel, hún ætlar að kynna fyrir okkur fjárhagsáætlun. Forseti, takk fyrir það. Hér þá liggur fyrir endanleg fjárhagsáætlun til síðari umræðu. Þarna rekstur efnahár og sjóðstreymi, rekstraryfirlit og málaflokka, fjárfestingar, sundurliðun á bókin og deildir og svo ítarleg greinagerð með áætlun upp á ríflega 40 blaðsíður sem ég þarf nú ekki að minna bæjarfulltrúa á og eru auðvitað biblíu okkar allt árið kring og eins líka forstöðumanna. Þarna koma fram ýmsar nauðsynlegar upplýsingar, bæði fjárheimildir og eins stöðuheimildirnir, stöðugildin, áform í viðhaldi og fjárfestingum, þannig að þetta gríðarlega gott rit. Ég ætlaði aðeins svona venju samkvæmt að fara yfir fjárhagsáætlunina með myndrænum hætti og ég ætla að fá að deila með ykkur skjánum. Hvað skjá sjáið þið? Kom inn. Já. Það sem sagt, það þekkir þetta. Hér eru markmið bæjarstjórnar við gerð fjárhagsáætlunar. Það að við viljum gjarnan hafa hana jákvæða og samkvæmt fjármálareglum sem að ríkisstjórn hefur sett sveitarfélögum þá skal hún vera jákvæð á hverju 3 ára tímabili. Skuldahlutfallið á að vera undir 150% af tekjum. En þessi 2 fjármálalegu markmið hafa verið afnumin á grundvelli ástandsins út af COVID. Þannig að fræðilega séð mættum við fara út úr þessum römmum, en það auðvitað voru gott að vera ekki þar. Og sú fjárhagsáætlun sem við leggjum upp með núna, hún stenst þessi viðmið sem að voru í gildi fyrir kórónuveiruna. Við gerum ráð fyrir að hækka gjaldskrár um 3,5%. Sem þróun vísitölu síðastliðna 12 mánuði og fer í öllu eftir yfirlýsingu sem gerð var vegna lífskjarasamningana og einnig yfirlýsingu sem gefnar voru í tengslum við COVID-19. Skatttekjurnar, þarna sjáið þið hvaða hlutfall á hverri tegund skatttekna. Útsvarið óbreytt, álagningarhlutfallið á A-flokkinn í fasteignaskattinum lækkar. Lóðarleigan verður óbreytt, C-flokkurinn lækkar örlítið, lóðarleigan óbreytt. Fasteignagjöldin, vassgjald óbreytt eins og holræsagjaldið, síðan breytum við sorphirðunni og hún lækkar umtalsvert en sorpurðunin breytist ekki og verður áfram 21.500. En við gerum ráð fyrir að framlag jöfnunarsjóðs lækki þó nokkuð mikið. Og það náttúrulega út af þessu tekjufelli sem ríkissjóður að verða fyrir og eins og þið þekkið þá jöfnunarsjóður ekkert annað gerir ekkert annað en endurspegla tekjur ríkissjóðs. Gjaldskrár hækka síðan að jafna 3,5% í takt við verðlagsþróun. Nú finn ég alla villurnar í þessu sem ég var ekki búin að sjá. Hérna sjáum við skiptingu tekna og þarna sjáum við að jöfnunarsjóðurinn að lækka umtalsvert á milli ára. 50 milljónir, fasteignaskatturinn og útsvarið aftur á móti hækkar. Við erum auðvitað að sjá það núna að við erum ekki að fá tekjujöfnunarframlag sem við höfum alltaf fengið hingað til, sem þýðir auðvitað það að útsvarstekjur per íbúa að hækka og verða líkari því sem að í samanburða sveitarfélögum sem jöfnunarsjóðurinn miðar sig við. Og svo eru aðrar tekjur að hækka umtalsvert, það auðvitað bæði vegna íbúafjölgunar og svo þessara gjaldskrárhækkunar. Hér nú helstu rekstrarstærðir í samstæðinni. Við gerum ráð fyrir að tekjurnar verði 3,5 milljarður og heildargjöldin 3,1, fjármagnsliðirnir 185.000 og rekstrarniðurstaðan nettó 1,5 milljón í plús. Það nú ekki mikið en það þó plús. Rekstrarniðurstaða A-hluta aftur á móti bláa línan þarna neðst og við gerum ráð fyrir að A-hlutin verði rétt rúmar 8 milljónir í hagnað.
Veltufé frá rekstri í samstæðinu 261 milljón, við ætlum að fjárfesta fyrir 406 og til þess tökum við ný langtímalán upp á 400 milljónir. Borgum afborganir langtímalán upp á 234, þannig að maður getur orðað þannig, reksturinn býr til pening fyrir rekstrinum og afborgunum lána, en fjárfestingin þarf að fjármagnast alfarið af lántöku. Hérna sjáum þið hvernig skiptingin á milli málaflokka. Fræðslumálin eru 51%. Það bara einfaldlega þannig helmingur af tekjum sveitarfélagsins fer í fræðslumál og svo eru æskulýðs- og íþróttamálin og menningarmálin félagsþjónustan þar á eftir. Þróun tekna og skulda frá 2003. Þetta nú verða 17 ára gamlar upphafstölur. Það liggur við helga við þessum að núvirða þetta. En þið sjáið alveg, við sjáum alveg sveiflurnar sem í þessu eru, skuldirnar eru gula línan. Fjárfestingar, við ætlum að fjárfesta fyrir 708 milljónir. Tekjur á móti fjárfestingunni sem eru gatnagerðargjöld og framlag Ölfusinga til viðbyggingar grunnskólan eru 300 milljónir rúmar, þannig að heildarkostnaður vegna fjárfestinga er 406. Íbúaþróunin, það hafa bæst við 1052 nýir íbúar á öldinni. Þetta eru bara eins og, þetta eru svo 10 lítil sveitarfélög á Íslandi. Og þetta er eins og, hvað segja, Vesturbyggð, öll, hafi flust til Hveragerðisbæjar. Það munar nú minna. Þannig að Hveragerðingum fjölgar, Hveragerði er vinsæll staður og íbúðarhúsnæði selst hratt. Íbúar eru núna 2781 en voru 1768 aldamótin. Þannig að það er heilt byggðarlag sem hefur bæst við, 57% fjölgun sem er langt yfir landsmeðaltal. Framundan er ennþá meiri fjölgun, það eru þetta ríflega 200 íbúðir í byggingu, sko þegar ég telur allar þá eru það nær 250, ég vildi bara ekki setja það svo mikið. Og þá er ekki gert ráð fyrir neinum byggingum á lóð Náttúrulækningafélagsins. Fjárfestingar ársins eru helstar, við ætlum að halda áfram með hús fyrir vélbúnað og gervigras, viðbygging við grunnskólann, nýbyggingin við Ás-hjúkrunarheimili, endurbætur á búningsklefum í Rauðaskarði og bara til að þið segja ykkur frá því að það var verið að steypa í gólfið í Karlaklefanum í dag, þannig að það er allt á fullum krafti þar. Bílastæði á Árhólmum er auðvitað stórt verkefni framundan en þar eru allar framkvæmdir vonandi fjármagnaðar með bílastæðigjöldum. Gatnagerð í Kambaland upp á 160. Já og á árinu 2020 gerðum við ráð fyrir 355 milljónum í gatnagerðargjöld og fyrir viku, hálfu mánuði voru tekjurnar orðnar 308 milljónir. Þannig að mér skilst á byggingafulltrúa að það sé líklegt að það sé að koma meira. Þannig að ég held að það sé algjörlega óhætt að fullyrða það að það hafa aldrei í sögu Hveragerðisbæjar komið inn viðlíka magn af gatnagerðargjöldum eins og núna. Allavega man ég bara ekki, veit ekki á hvaða tímabili það ætti mögulega að vera. Við ætlum að malbika yfirlega á götum skilti merkingar, þarna sjáum við auðvitað svona aðeins að það er verið að halda í. Við erum með 20 milljónir þarna, kaupa gröfu fyrir áhaldhúsið upp á 12 milljónir og Höskuldur varð svo ánægður þegar hann sá að þetta var að koma inn, að hann er búinn að finna dýrindis gröfu árið 2016 sem er notuð í 160 klukkustundir á mjög góðan pening sem fellur undir þetta. Þannig ég held að þeir séu alveg snillingar að gera góð kaup þarna. Við ætlum að fara í sviði listigarðinn, gangstíðar og göngu og gangstéttar, 10 milljónir framkvæmdir við fráveitumannvirki og uppkaup á lóðum höldum við inni vegna Vatnsvegar. Nú niðurstaðan, gert er ráð fyrir 1,5 milljón hagnaðar rekstri samstæðu. Það var aðeins að fara yfir að tölur þarna og samræma, ég sé það.
áður en að þetta fer lengra. Hagnaður fyrir fjármagnsliði samstæði 5,6% af tekjum eða 187 milljónir. Skuldahlutfall er 110% að teknu tilliti til lífeyrisskuldbindinga eins og við höfum heimild til en 137% það er ekki gert. Það eru auðvitað mikil óvissa framundan, við vitum ekki hvað er framundan vegna kórónuveirunar og fjölgun íbúa kallar á uppbyggingu og aukna þjónustu. Þrátt fyrir þetta er gætt að því að skuldahlutfallið fari ekki yfir þau viðmið sem sett eru. Og svo er þetta nú bara svona ítrykkun á því sem ég er búin að segja. Við förum eftir þeim yfirlýsingum sem gefnar hafa verið með það markmið að tryggja sem besta þjónustu. Það er gríðarleg uppbygging hérna og mikil ásókn í búsetu. Þannig að bæjarstjórn er greinilega að gera eitthvað rétt. En við bíðum öll eftir bóluefni og þangað til það er komið þá erum við öll undir áhrifum af þessari veiru. Þrátt fyrir allt er atvinnuleysi undir landsmeðaltali hér í Hveragerði og útsvarstekjur hafa 7.913 skila sér nokkuð vel. En það er jöfnunarsjóðurinn sem er að stríða okkur núna og skerðing á honum sem nemur 20 milljóna mun hafa áhrif 2020 og væntanlega gera verkum að við skilum í mínus. En við ætlum bara að halda áfram á sömu braut, veita góða þjónustu og sýna ráðdeild í verki. Og svo bara þökkum við kærlega ég þakka bara öllum bæjarfulltrúum sem unnu þessa áætlun saman. Það var mjög bara skemmtilegt og ánægjulegt og þakka kærlega fyrir það. Ég þakka líka bara forstöðumönnum og að sjálfsögðu skrifstofustjóra og öðrum starfsmönnum er þakka framúrskarandi gott samstarf við gerð fjárhagsáætlunar 2021. Takk fyrir mig. Þú ert á mute, Eyþór. Jóhanna, gjörðu svo vel. Takk fyrir, já, takk fyrir forseti. Hérna, já, er ekki til síðst að vera með svona, huglega bókun. Mér langar að, af því að væntanlega nú bara eftir að bera þessa fundagerð upp, er það ekki rétt? Fjárhagsáætlunina, já. Já, fjárhagsáætlunina sé ég. Herði, en mér langar að lesa eftirfarandi bókun. Fulltrúi frjálsra með Framsókn leggur fram eftirfarandi bókun. Bæjarfulltrúi frjálsra með Framsókn vill þakka öllum bæjarfulltrúum fyrir ánægjulegt samstarf við vinnslu fjárhagsáætlunarinnar og er sannfærður að slíkt vinnulag skili traustri og vandaðri áætlun. Í fjárhagsáætlunarvinnunni hefur undirritið lagt áherslu á stöðugan rekstur bæjarfélagsins og að þjónusta við bæjarbúa skerðist ekki eins og allir bæjarfrúar voru einhuga í upphafi vinnunar og alla vinnuna út í gegn. Á síðustu árum hefur verið ráðist í umfangsmiklar framkvæmdir og fjárfestingar og svo mun einnig verða á komandi ári meðal annars við ljúkningu viðbyggingu við grunnskólann og lagfæringar á búningsaðstöðu í sundlaugarbyggingu í Laugaskarði. Undirritið samþykki framlagða fjárhagsáætlun Hveragerðisbær 2020 og mun áfram vinna að hagsmunamálum bæjarins og bæjarbúa þvert á pólitísk framboð eftir því sem þörf krefur. Bara undir þetta rita ég sjálf Jóhanna Jóhannsdóttir. Takk Jóhanna, Njörður, gjörðu svo vel. Já, forseti, ég er hérna líka með glærusjó sem ég ætla að renna í gegnum. Nei, ég er að grínast. Ég er hérna með bara örstutta þakkarbókun sem svo vera ber sem að hljómar svo. Bæjarfulltrúar okkar Hveragerðis þakka fyrir gott samstarf við vinnslu fjárhagsáætlunarinnar. Eins og áður hefur samstarf alla bæjarfulltrúa fjárhagsáætlun skilað betri og vandaðri áætlun en ef meirihlutin hefði einn staðið að gerð hennar. Það er ekki síst á tímum eins og nú sem mikilvægt að bæjarfulltrúar vinni saman og hafi hagsmuni íbúa í fyrirrúmi. Stjórnendum stofnana bæjarins ber jafnframt að þakka fyrir gott starf og góða rekstur. Og undir þetta rita Njörður og Þórunn. Takk fyrir þetta, Njörður. Ekki fleiri þessi hljós. Þannig að þá ber ég bara upp fjárhagsáætlun 2021 og hún er samþykkt samhljóða. Og
trúlega í öðrum sveitarfélögum einhver meiri umræðum hana. En það svona. Þá það næst liður 25, það 3 ára fjárhagsáætlun Hveragilsbæjar 2022 til 2024 og ég ætla að gefa Aldísi orðið þar líka til að byrja með. Gjörðu svo vel. Já, forseti. Orðið Það svona heldur styttra mál og ekkert glærisjó, en hér liggur fyrir 3 ára áætlun og þið þekkið tölurnar, þetta eins og fjárhagsáætlun næsta árs unnin í sátt og bræðralagi allra bæjarfulltrúa. Minni á það að óvissan við gerð svona langtíma áætlana hefur sjálfsagt aldrei nokkuð tíma verið meiri. Við erum alltaf í mestu kreppu sem heimsbyggðin hefur upplifað, þannig að við vitum ekkert hvernig mál að þróast. Við vonum auðvitað að bóluefnið gera verkum að við séum að fara sjá fram að bjartari tíma og áætlanir okkar geti þá nokkuð megin staðist. En við allavega erum að skila hérna samstæðinu í plús upp á þrátt og erum líka með umtalsverðar fjárfestingar og því þekki þær. Það á að halda áfram í hjúkrunarheimilið og klára það og við horfum fram á nýbyggingar hvað varðar yngstu börnin og áframhald í sundlauginu og fleira slíkt. Þannig að ég bara legg þessa 3 ára áætlun fram og hvet bæjarfulltrúa til að samþykkja hana. Svo langar mér reyndar aðeins að bæta við, af því að ég skal bara alveg játa það að mér finnst mjög gaman að vinna fjárhagsáætlun með þeim hætti sem við höfum gert. Þegar allir vinna þetta saman og koma að og þetta þetta svona svolítið suðupottur hugmynda og gaman að velta fyrir sér ýmsum hlutum. Núna gafst okkur ekki tækifæri til að hittast. Þannig að þessi áætlun alfarið unnin með stafrænum hætti í gegnum Teams. Þannig að það væri auðvitað svolítið skemmtilegt og við kannski skulum bara hafa það bak við eyrað, hvort sem það verður næsta haust eða einhvern tímann á vormánuðum ef við megum einhvern tíma að fara að sjást aftur. Sonur þinn alveg í útsýni, veit hann það? Nú fór hann. Að við tækjum svona einhvern svona hugarflugsfund framtíðina og það sem að væri gaman og skemmtilegt að gera og hvað áherslur ætti að leggja. Bara svona vildi koma því að. Gott mál, takk fyrir þetta, Aldís. Það var ekki fleiri kveðis í hljóðs, þannig að ég ber þessa 3 ára áætlun upp til samþykktar. Og hún samþykkt samhliða. Og þá hérna liður 11, við erum aðeins að bakka. Að það sem sagt tillögur stofnana Hveragilsbæjar að styttingu vinnuvikunar. Og býttu við, var einhver bókun, já. Það sem sagt tillaga að bæjarstjórn samþykki þær tillögur sem fram eru komnar enda valdi þær hvorki kostnaðarauka né skerðingu á þjónustu við íbúa. Ekki heimilt að loka starfsstöðum fyrr eins og fram kemur í tillögu upplýsingamiðstöðvar. Nei, þetta fyrir ekki, þú ert með gamla bókun. Nú, varstu búin að senda nýja? Man það ekki, þetta allavega ekki heimilt að loka starfsstöðum fyrr og vakin athygli á því að með sölu og neysluhléi ljóst að ekki verður neysluhléi í þeirri mynd sem starfsmenn þekkja í dag að ræða. Og svo kemur endirinn. Ég skal senda þér þetta, sorry. Já, ok. Kannski varstu búin að því, ég ekki alveg. Það. Sjá hérna. Jú, þetta hérna. Hefst þá lesturinn bara 9? Nei, þetta annað. Sorry. Ekki til ég að lesa hana bara fyrir mig þá, eða? Ég bara senda þér þetta. Ok. Týndi ég músinni. Það fór á Eimskip reyndar. Ok, ég er að finna það. Þannig. Já. Bókunin svona, tillaga bókun bæjarstjórn samþykki þær tillögur sem fram eru komnar enda valdi þær hvorki kostnaðarauka né skerðingu á þjónustu við íbúa. Ekki heimilt að loka starfsstöðum fyrr og vakin athygli á því að með sölu og neysluhléi ljóst að ekki verður neysluhléi þeirri mynd sem starfsmenn þekkja í dag að ræða.
Bæjarstjórn vekur athygli á því að ávallt hægt að skipta skoðun og hafa styttinguna með öðrum hætti komið í ljós að þessi áform gangi ekki upp. Orðið laust þetta. Njörður Gjörsvæl. Já, forseti, ég langar bara að fá staðfest hvort ég sé ekki alveg örugglega að skilja þetta allt saman rétt. Vegna þess að á fyrri stigum þá skildist mér að leikskólarnir ætlaði að hafa styttinguna á annan hátt sem safna þessu upp. Mér sýnist á þeim skjölum sem að hér liggja fyrir að þeir hafi horfið frá því. Er það réttur skilningur hjá mér að það sé komin önnur tillaga frá þeim styttingu vinnuvikunnar? Takk Njörður. Aldís, vilt þú ekki svara þessu? Jú, það komin önnur tillaga því að bæjarstjórn samþykkti ekki þessa skerðingu á þjónustu við íbúa. Þannig að núna og við aftur mútum mæltumst til þess að þeir myndu hafa þetta með sama hætti, en það var ekki, þannig að Undraland selur frá sér kaffitímana að fullu, en Óskaland tekur það bara hluta. Þannig að, en síðan sko Helga stýrði nú þessari vinnutímavinnu, það spurði hvort hún vilja að segja frá þessu. Helga, ekki svo vel. Ég náttúrulega var í vinnustafahópnum fyrir Hveragerðisbæ og hef svo verið ráðgefandi fyrir aðra stofnanir ef þeir eitthvað vantar upp á eða ef þau skilja ekki eitthvað álíka. Og þetta það sem við höfum verið að fá á undanförnum. Við vorum með heljarina kosningu á bæjarskrifstofunum í gær. Þar sem að því miður náðist ekki meiri þó samstæði. Mér hefði viljað fá afdráttarlausari niðurstöðu en það 50% og 50% dugar. Þó sé svolítið erfitt að vita að helmingurinn á starfsmönnum sé ekki sáttur. En þannig að við tökum það þar í fjóra mánuði í tilraun. En þetta það sem að það hefur hver stofnun fyrir sig unnið sitt. Og við vorum svona ég var aðalega að biðja að láta fylla þetta út í þessu formi sem á sambandi gaf út. Og það hafa nú nokkur skilaði því, nokkur skiluði í Word-skjali. Þess vegna upplýsingamiðstöðin tvisvar eða ekki? Já, hún sendi fyrst út bréf sem var mjög hægt að misskilja. Okkur skildist á því bréfi að hún ætlaði að fara að minnka opnum, þannig ég hringdi nú í hana og hún sagði nei, það stóð enga veginn til, svo ég baði henni að breyta bréfinu og koma því rétt en væri betra að fá þetta réttu eyðublaði. Þannig að hún gerði bæði og við ákveðum bara að senda þau bæði til ykkar. En það eru þarna nokkra stofnanir sem eru eftir að senda sínar. Til dæmis áhaldahúsið, skólinn ekki þarna inni og svo náttúrulega stofnanirnar sem eru með vaktavinnu. Ok. Takk Helga. Aldís Björnsson. Já, það aðeins spurning að bæta við, sko, veistu eitthvað grunnskólann? Hvort við ætlum að bæta við að bæjarráði falin fullnaðar afgreiðsla mála ef að það koma fleiri tillögur af því það þarf í raun að ganga frá þessu fyrir áramót og við höfum bara fundin í næstu viku. Nærðu þess ekki Helga? En veistu hvað var að frétta af grunnskólanum? Ég held að þessi búin að kjósa. Já, þau hafa ekki skilað neinu. En svo veit ég til dæmis að áhaldahúsið líka búið að taka ákvörðun, það hefur ekki skilað neinu. Þrátt fyrir ég hef beðið það. Ég hef kannski ekki verið nógu grimm við grunnskólanum að skila fyrir daginn í dag, en ég veit að áhaldahúsið líka tilbúið, sko. Já, ég hef grunað. Ég hefur hugað að gera eins og garðyrkjan, bara það bara orðaði sér fyrir þá. Það auðvitað, sko, maður finnur alveg, fyrirgefið að ég tek orðið, að það kristallast svona ákveðin aðstöðumunur í þessu máli öllu. Það bara ekkert þetta líka því saman hvort þú vinnur í áhaldhúsinu, ert út í kuldanum allan daginn og kemst aldrei í mat og kaffi, ekki svona af neinu viti til að hvíla þig, sko.
eða hvort þú situr hér á bæjarskrifstofunni. Þannig að þetta er búið að vera miklu flóknari ferill heldur en mér hefði nokkuð tíma grunað og í rauninni finnst mér það er búið að fara allt og mikið orka í þetta á öllum vinnustöðum á Íslandi og það hefði rauninni þurft að vera bara svona einhver ríkislína. Það þurft bara að gefa út að það myndi bara gilda eitthvað fyrir alla til þess að við hefðum það bara geta sagt, ég meina samfélagið ætla bara að hætta að vinna klukkan 12 á föstudögum. Það hafa getað lokað leikskólanum, skiljið þið. En það var bara ekki gert og það er ekki þannig. Þannig að á sömu vinnustöðum þetta bara rosalega snúið. Þannig að þetta er ekki búin að vera einföld fæðing, það bara að segja það. Já, takk Aldís. Ekki hafa fleiri kveðið til hljós, þannig að þeir sem eru samþykkir þessu með því að bæjarráð verið falið að fullnaðarafgreiðsla, það er samþykkt samhliða. Þá er bara upptöku af fundurinn lokið og við fáum fundagerð og við skrifstofustjóra að slökkva á upptöku. Takk fyrir þeim sem hlýddu.